Já, velkomin að Rauðaborðinu á Samstöðinni klukkan 4 á föstudegi, þá höfum við það sem við kallum vikuskamt. Förum yfir fréttir vikunar og fáum til þess aðstóð frá góðu fólki. Og þannig það í dag. Hér er komin Hrönn Sveinsdóttir bíóstjóri. Sæll. Sirrý Arnardóttir fjölmiðlakona. Það ekki? Jú, já, ég reyndar hætti að starfa í fjölmiðlum fyrir næstum 10 árum, en allt sem ég geri tengir samt eiginlega fjölmiðlum á einhvern nátt. Jónas Már Torfason, lögfræðingur. Jú, ég er ennþá lögfræðingur. Já, einu sinni lögfræðingur, alltaf lögfræðingur. Já, nema að þú missir leyfið. Já, skulum vona að það fari ekki að gerast. Það er eftir lögfræðingur, það er ekki lögmaður, kannski. Ertu lögmaður? Nei, reyndar ekki. Ég er búinn að búa í Danmörku svo lengi, ég hef ekki ennþá tekið réttindin á Íslandi. Gústaf Adolf Bergmann Sigurbjörnsson, heimspekingur. Já. Má segja það? Það má segja það. Okay. Og ég missa ekki leyfið. Það sem ég hafa allan ekki tekið af mér. Sumir eru svolítið smeykir í þetta að segja doktor í heimspeki. Já. Það segja svolítið mikið að vera heimspekingur. Já, ég sko, þegar maður er komið doktorspróf, ég held að maður megi alveg leyfa sér. Þá byrjar maður að safna svona Nietzsche-skeggi. Já, mótina. sem má sé á vísi af áhorfendur skoða glögglega, þarna er vísir af Nietzsche-skeggi. Þú væri nú alveg með Nietzsche-motto að þú myndir raka þig, Gunnar. Ef ég myndi raka mig? Já, ef þú tækir Já, og væri með mottuna, þá var hún komið langlega. Ég var einu sinni með yfirskegg, eins og þú. Og það var ekki alveg svona voldugt eins og Nietzsche. Ég held að það er eitthvað sérstakur vöxtur. Já, en samt sko, þetta er þolinmæði, sko. Ef við séð þessar gæja sem eru með svona stór skeggin, sko, þeir eru búin að raka, þess að þeir eru ekki með gelið allt í, þá er þetta hérna alveg. Mér finnst þú samt meira minna á Lenin. Já, Já. Ok, ég er alveg til í það líka. En er þetta ekki típist, stelpur, að nú er kvennaverkfall og við erum að tala yfirskeggaköllum. Mér finnst það bara dásamlegt að beina sjónum að útliti karla í fjölmiðlum einu sinni. Hvað ertu með í snirtibuttunni þinni? Já. Ég er bara lítið. Ég er bara, kannski... Hafa fjölmiðlar aldrei haft samband við þig og spurti út í fataskápinn þinn og rútínuna? Ég var eins og spurður. Já. Hvaða rakspyrra notarðu? Og ég sagði, ég er með skegg. Það er þó það. Já. Já, mér fannst þetta sjokkerandi. Það var í dag í fjölmiðlum var einhver könnun hvort að fólki finnist jafnrétti vera náð. Einmitt. Og það sem ég fannst svo skrítið var náttúrulega það sem við vitum að það er svona bakslag meðal yngra fólks og þar voru svo margir sem sögðu að það hallaði á karlmenn. Ekki margir, það var svona 20%. Já, það var svona 20% kalla, sko. 20% kalla. Sem sögðu að það hallaði á voru einhverja konur sem sögðu að hallaði á karla? Já, það voru konur í yngsta hópnum sem sögðu að það hallaði meira á karlmenn heldur en... Það er að karlar 18-39 ára, 36% þeirra finnst halla á karla. Já. Halla á kalla. Það hefur gengið langt í jafnréttinu og nú er komin hóll það sem var hóla hjá ykkur, en það er hóla það sem við erum. Það er bara afskaplega erfitt að vera karlmaður í dag. Já, mjög krefandi. En alltaf verið erfitt að vera manneskja. Já, er það kannski ekki bara svolítið málið að tilveran er einhvern veginn óbærilega erfið og þess vegna upplifa allir að þeir séu hafið það svo bátt, sko. Það séu búta, lífið er þjáning. Já. Já, svo er það náttúrulega líka, sko, þetta er náttúrulega líka sko, það sem er náttúrulega, það er náttúrulega búið að vinnast ýmislegt seinustu 20-30 árin, fyrstaklega, og þá, sko, það glata forréttindum getur líka virkað á mann eins og það halli á mann, sko. Það er maður eigi meira skilið. Já, þannig að það er náttúrulega líka svolítið, það sem er svolítið erfitt, og maður þarf að kontenta svolítið við það líka þegar leikurinn er jafnaður, þá getur upplifað sem að maður sé að tapa einhverjum geðum, sko. Já, ég held að þetta sé svona nær í lagi, sko. Það er kannski svona relatíft, sko, þú veist, er upplifunin þannig. Ef maður ber saman hvernig það var að vera kall í, þú veist, vestræna heimi fyrir 30-40 árum, skiljur, þá gæti alveg verið, já, að það sé erfiðar að vera kall í dag en það var þá, sko, en það þýðir ekki að sú leiðrétting, skiljur, hafi ekki átt rétt á sér eða að hún sé einhvern veginn að þínu slæma, sko. Það er rétt hjá þér, Hrönn, að það eru konur 18-29 ára, 37% þeirra segja halli á kalla.
Það er bara svo sjokkrandi. Rosalega áfall. En ég held að þetta sé eitthvað svona, það er eitthvað svona rosa skrítin fortíðar ljómi í gangi meðal yngsta fólksins. Mér er þess að nasismi er einhvern veginn svona heillandi gott konsept. En þú horfir á það eru margir svona strákar á þessum aldri sem eru svona lokaðir inn í unglingaherberginu en þá félagslega ótengdir. Hafa það svona mörguleiti skýtt, getur ekki verið að ungu konu horfi bara á það og segja byrju, það er eitthvað að því á þessum. En hvernig er það sko, tengist það jafnrétti kynjanna, þannig séð? Ungi kallar eru til þess að hópur sem að þarf mest á aðstóð félagsþjónustunum að halda. Já, og eiga með erfiðast með nám og allt það. Já, og þeim fer fækkandi í háskólanum hlutfallslega konur og þú veist, þetta er svona, þú veist, þróunin er alveg kannski í eina átt, skilur. Ég er ekkert að segja að það sé slæmt, skilur, en ég held að sé ekkert sérstaklega gagnleg nálgun á þessa upplifun ungra kalla að þeir hafi það svo skýtt að segja að það sé ekki þannig og einhvern veginn fari í einhverja samburði og hvað með þetta og hvað með hitt, skilur. Það er held ég hvernig var tekið á þessari upplifun ungra kall í byrjun og hún hefur ekki borið ávöxt einhvern veginn til að lægja þessar öldur. Þetta hefur elst ef eitthvað er og er núna orðinni með svona kannski einhver svona counterculture hreyfing, sko, punkið er íhaldsamt í dag út af því einhvern veginn að þá er fólk að synda á móti straumnum eins og þróunin hefur verið síðustu 10-15 ár, sko. Þannig að það á einhvern veginn að leysa úr þessum hnút, það held ég að þetta sé alveg samtal sem þarf að eiga sér stað, sko, sama hvort fólki finnist þetta vera réttmætar umkvartanir eða ekki, sko. En er ekki augljóst að margir af yngri köllunum að þeir upplifa sig ekki svona alveg velkomin inn í samfélagið, finn ekki leiðina inn í það, eru svolítið á jaðrinum, býða eftir að sé hringt inn og kalla á það og það kallar ekki. Ég man eftir einu, mér finnst mjög athyglisvert sem að ungu maður sagði við mig, skrifaði bók sem hét Þegar karlar stranda og leiðin í land og ungur maður, mjög velgefinn og flottur maður, hann sagði frá því hvernig hann hefði strandað inn í herbergi í ofsa kvíða fyrir framann tölvuna og sjónvarp og bara datt út úr öllu, íþróttum, skólakerfinu og öllu. Og hann í raun og veru fannst mér vera að segja að hann gafst upp fyrirfram. Honum fannst svo mikil pressa á kallmenn og mikil krafa á efnishyggjuna og að þeir myndu einhvern veginn meika það og skara fram úr og þeir ætti að vera svo miklir borgunarmenn og honum fannst það líka að sko stúlkur sumar ætluðust til þess að hann væri skaffarinn og svona. Þetta er ungu maður bara á höfuðborgarsvæðinu á Íslandi í dag. Og hann einhvern veginn, hann bara gafst upp fyrirfram. Og í mörg ár var hann í ofsakvíða og í mjög alvarlegum málum sem sagt óvirkur fyrir framan tölvuna. En svo fann hann reyndar leiðir út úr þessu og með hjálp virk og ýmislegt fleira hjálpa honum, þannig að hann er orðin mjög vel virkur og fínn í dag. Marga góðu konur aðstofan. Það má segja það. En eitt líka til dæmis sem hann sagði þar, hann fór að líða svo vel, hann fór að vinna á Laufásborg, í Hjallastefnu leikskóla. Þar sem að þeir fóru hann fór að leggja rækt við að finna nánd og næmni og tilfinningalæsi og blíðu og bara strákarnir voru að greiða á sér hárið og eitthvað svona og honum fór að líða miklu betur að vinna í Hjallastefnu. Já. Kenna köllum samkennd og samvinnu. Já. Og þannig að það voru ekki þá bara konur sem hjálpuðu honum, heldur líka það að hann var að hjálpa ungum litlum strákum og þeir voru að vinna saman í því einhvern veginn að efla mennskuna hjá sér. Já, en það er bara málið. Með svona unga kalla sem eru fastir í kvíðakasti að þú veist að horfa á klám og bara allt þetta rugl sem er í gangi á netinu sem tekur fólk og veldur rosalegum kvíða og veldur vanlegan. Það er ekki að fara að breytast þó að konur sætu bara eitthvað heima að fara aftur tilbaka í sínum. Ekki, sko. En hérna, sko, þú veist, þetta er allt saman mjög áhugavert, sko. Mér finnst mjög gaman að ræða þetta og vil það endilega, en kannski, þú veist, á þessum tilefnisdegi kannski að skiptum kurs frá ungu köllunum. Hrönn vildi tala þetta og við látum þetta fyrir. Nei, ég bara vil tala unga fólkið af því að það, þú veist, ég sé svo mikið svona, svo mikið að skrýtnum hugmyndum og sérstaklega varðandi kvenfrelsi og mjög margir sem segja bara
það jafnrétti margir sem kvörtuð undan deginum í dag og meðal annars samtök atvinnulífsins sem að það kona sem segir, þú veist, ég skil þetta ekki og konur í miðflokknum Vigdís Hauks og fleiri sem voru bara þetta ekki ekki vindagur já, og svo var Jakob Bjarnar líka að segja, hann var eitthvað að gera grína þessu að því að nú erum við með hann af því við erum sko með náttúrulega kvenforsætisráðherra og við erum með biskupinn og við erum með borgarstjóra. Við erum með þetta allt bara. Allt er forseta Hæstaréttar. Og forsetann. Hver vil það? En þetta svona eins og að segja Við erum með löggustjóra með þessu. Þetta eins og að segja bara í Japan núna því að það komin einhver hérna játfrú forsetisráðherra, já nú bara komið jafnrétti í Japan. Ekki Kristrún ekki játfrú, hún er Thatcher. Nei, þú ert að tala um í Japan. En ég meina við erum með allt öðru staðildur í Japan, þetta fyrsti forsætisráðherra þar. Ég að segja það, en þetta eins og að segja. Það var hérna kvenna verkfall fyrir 50 árum, við erum sláum met í öllum samanburði jafnrétti kynjana, við erum jafnréttisparadís. Já. Já, nú samt sko já, það segir það núna já, af því að við erum komið með konu þarna og það er kona sem stýrir samtökum atvinnulífsins þá er þetta bara komið já, en svo eru það allar útlensku konurnar sem að halda samfélaginu hérna gangandi og mér fannst í dag það var Alþýðusambandið var með hérna ráðstefnu vinnumarkað nútímans svona stöðu kvenna af erlendum uppruna sem að halda upp í hérna mörgum nauðsynlegum geirum samfélagsins og þetta var algjörlega frábært málþing og ég hlustaði á þetta alltaf og læriði mikið og þannig að við getum, þó að við höfum einhverja flotta konu í þessum fronti og flotta konu í þessari valdastöðu og svona þá það samt mikið til erlenda láglaunakonur sem að halda upp í samfélaginu og staða þeirra bara ekkert góð. Og það ekkert endilega Austurhól í dag, það bara að skúra sko. Já, ég fór reyndar á hjúkrunarheimili áðan hjá mömmu minni sem með Alzheimer á hjúkrunarheimili og var svolítið spennt að sjá hverjir eru að vinna í dag og þá voru það reyndar, ég sá konur þarna erlendar en mér fannst það sem ég sá á þessari deild, það voru erlendir kallar eða kallmenn af erlendum uppruna sem að tóku vaktina. Þeir voru að því, já. Já, ég held að sé þannig, þessi helling af erlendum konum á Austurvelli. Ég held að sé þannig. Já. Það var þannig, hvað verður fyrir 3 árum? Ég var hann fyrir 2 árum. 100.000 manns. Já, ég ekki að segja að það sé enginn þar, sko, en þú veist, ég hitti félag minn niðri bæ áðan sem var að koma á hádegismat og þetta svona barst eitthvað í tal og hann svona hjó eftir því að þú veist, konan sem var að vinna með honum á skrifstofunni, þær voru allar á Austurvelli en konan sem var að skúra skrifstofunni, hún var samt sem aðeins mætt, sko. Þannig að ég held að þetta sé, já, það er alveg klárlega einhver hluti vinnandi kvenna sem geta ekki tekið þátt í dag. Dóttir minn vinnur mitt í fatabúð og það átti bara að mæta í dag, sko. Og það var ekkert eitthvað að gefa afsláttur af því, sko. En hún á að geta sagt að hún mæti ekki og... Já, svo ertu 18 ára og kannski smekk við stuðina og okkur svona, vil kannski ekki missa vinnuna og okkur svona tótt, sko. Það var það sem ég var að segja á það, að þó við séum með konur í öllum þessum stöðum það þýðir það ekki að samfélagið sé hugmyndafræðilega svo breytt að til dæmis konur sem að skúra séu metnar að verleikum og kallmenn beri nógu mikla virðingu fyrir konum þannig að þeir veiti þær ekki stöðugt ofbeldi eða það sé ekki stöðugt verið að annarkvort að myrða eða beita konur andlegu, kynferðislegu eða líkamlegu ofbeldi. Það er náttúrulega líka stór. Ég kenni námskeið sko í kynjafræði sem sérst fyrir skiptinema og fjallar jafnréttisparadísina í Ísland, sko. Og þar ég með þessa glæru þar sem ég sýni allar konurnar í hinum mörgu ólíku stöðum og mikla kvenna ár 2025. En síðan bara förum við í gegnum, við förum einmitt í gegnum þessar kannanir hvar við skorum hátt á okkur svona kvörðum og okkur svona dót og svo þegar maður fyrir að rýna í hvað þessi kvarðir að mæla þá kannski þetta ekkert alltaf jafn svona skörum við oft sko fram úr á því kannski einmitt þetta hafa verið með forsætisráðherra sem var kona í svolítið langa tíma og það bara rankar okkur, það skýtur okkur hátt upp á þessum listum, sko. Þannig að það hvernig við aðgreinum okkur frá öðrum þjóðum á Vesturlöndum kannski ekkert eins afdráttarlaust á þessum sko með þessa lista eins og við viljum kannski vilja vera að láta, sko. En svo erum við alltaf með svo hátt hlutfall kvenna á Alþingi, alltaf miklu hærra en eða svona
Já, ég meina, þetta eru í mínum huga ekki punktar til þess að gagnrýna sko kvennaverkfalli, þetta eitthvað sem á að fagna sko árangurinn sem hefur náðst að þessum 50 árum og þú veist sögulegu viðburðir í dag að halda upp á það og benda á það sem eftir, en það þýðir ekki að mig ekki fagna þeim árangri sem hefur náð, ég meina það augljóslega hefur náð miklum árangri, ég meina þáttur kvenna á vinnumarkaði til dæmis ekkert umdeildur lengur eða falinn eins og hann var 75 og megin hugsunum með verkfallin var nú svolítið að draga það fram en það er ekkert lengt lengur og það er nú samt sem áður merkilegt að konur hafi þú veist komist í þau hlutverk sem þær þó eru í dag. Menna, það er stórmerkilegt að það séu konur formenn allra ríkisstjórnarflokkana, það er biskup og borgarstjóri og bæjarstjóri í Kópavogi og ríkislögreglustjóri og ríkissaksóknari og þú veist það mætti telja lengur áfram. Þetta er ekki gagnrýni á kvennaverkfalli, þetta er eitthvað til að fagna og sýna fram á árangurinn sem hefur náðst og árangurinn sem hægt að ná sko. Já. Ef það hefði ekki verið kvennaverkfall þá hefði við til dæmis í svona spjallþætti spekingaspjalla þá hefði ekki búið ykkur. Nei, við höfum bara ekki nefnt að hlusta á svona með kvenna, það er bara það er að skemma eða allt partí þegar við strákarnir erum að tala alvarleg mál og yfirvarskegg eitthvað svona og reykja konu með eitthvað svona að fara að tala eitthvað, ég manna ekki, leikskóla og eitthvað svona þetta var svolítið stemmingin hann fyrir 50 árum þannig var það og langt fram eftir bara það voru bara svona kallar á Alþingi, það voru bara að tala svona útgerðir og svona stóriðju og áburðarverksmiðjur og eitthvað ofnana í álverinu upp í Hvalfirði sem eru bílar. Já, ég ætlaði að segja það. Rétt ára við fórum í loftið því að við vorum að ræða stórmálin og ég var að ræða þöggun það hvernig bíópartí sem er besta pop á landinu og það bara ríkir þöggun það og þegar ég heyrði þessa frétt álverið, hvað þetta væri svona alvarlegt mál og var stjórnmálamenn að tjási þetta, hvað þetta væri þarna alvarlegt og ég fór eitthvað svona mín fyrstu viðbrögð voru bara þetta er eitthvað einkareiki fyrirtæki eiga þeir ekki að vera með tryggingar og ekki mani eftir því að neitt hafi látið svona þegar varpin í sal 3 bilaði í bíópartís þá hefði ég viljað fá svona viðbrögð frá einhverjum atvinnuvega ráðherra sem er bara þegar Play fór á hausinn skiljiði, með þetta það var ekkert eitthvað þetta er líka stærra og meira þetta er miklu stærra þetta er bara stærra þegar varpin bilaði hann var út í 2 vikur rosalegt margar heimildarmyndir sem voru ekki sýndar fyrst og fremst er þetta náttúrulega gjaldeyristekjurnar sem tapast það er bara lífblóð íslensk efnahags eru bara gjaldeyri við flytjum svo mikið inn að við þurfum gjaldeyri til að kaupa það og ég sá eitthvað viðtal við Vilhjálm Birgis það sem að vera að meta þetta væru 10 milljarðar á mánuði í gjaldeyristekjur. Hvað er við? Þetta er bara eitthvað amerískt fyrirtæki sem á þetta er ekki við. Já, sko við erum ekki að reka neitt í kvöldur. Já, en hann kaupir gjaldeyri. Kínverjarnir eiga svo hann kaupir gjaldeyri að Seðlabankanum samt sko og svona beintið og óbeint þannig að þú veist þetta er enga síður gjaldeyri sem er að skila sér inn í hagkerfið sko. Gjaldeyrisparandi. Og það eru náttúrulega fullt afleitum störfum og þetta er enn eitt áfalli fyrir Akranes sem er búin að gangi í gegnum örugglega bara fordæmislausar hörmungar á Íslandi undanfarin ár, svona konsentrerað við eitt sveitafélag, þannig að þetta er auðvitað bara, þetta er stór mál. Þess vegna var ég mjög hissa að hlusta á Harald í gær, bæjarstjóra á Akranesi, bara bera sig mjög vel, hann var þetta ekki Kastljósi í gær, hann talaði að þetta væri bara sterkt samfélag og allt upp á við og bara hann bar sér rosalega vel. En ég hef samt áhyggjur af þessu og þó að einhverjir Kínverjar eigi þetta og svona þá lítur að... Kínverjar eiga járnblendið, þeir eru líka dragur starfsemi. Já, ok, ég hef allavega verulegar áhyggjur af þessu en mér fannst samt, sko, ég róaði svolítið í gær þegar að Haraldur bæjarstjóri á Akranesi bar sig svona vel, mannalega og líka þegar hann var heyrði að sko þá eftir að skera úr sko og finna út úr því hvað borga tryggingafélög af þessu. Það var það sem ég langaði. Já, og það tekur auðvitað svolítið tíma að finna út úr því, þannig að maður á bara svona aðeins að anda inn og út og bara slaka þess á að bíða svolítið. En það hjálpar náttúrulega ekki sko launþegum þarna í álveruna að þessi borgað og trygginga til fyrirtækisins sko. Þá fyrst erum við kannski farin að tala eitthvað svona, já, hvað var þetta okkur sko, af því það er ekkert endilega víst að það berist einu sinni til Íslands sko. Það er ekki búin að segja það hvort þið ætla að segja fólki. En þetta er mikið mál sko. Ég var einu sinni í álverin á Reyðarfirði eitt sumar og þar fer maður í svona námskeið á maður má byrja og það sem er talað einmitt sko, það má ekki slökkva á
kerjunum sko, því það bara fleiri vikur í að koma aftur í gang og þarna verðist eitthvað hafa gerst þar sem að það sloknar á 2/3 hlutum og fyrir sjáanlegt að það verði þannig bara í lengri tíma sko, þannig að þetta er mikið áfall. Mér finnst nefnilega sko, það einmitt sko, mér finnst þetta sko, þetta þungbarast sko út frá sko samfélagunum og fólkinu sem að missa vinnuna sko. Það saman alltaf líka verið náttúrulega að ræða Bakka og ég minnist ég úr Keflavík, þannig að sko Brothholt Play fyrir, það nærumhverju mitt sko, það eru sko 400 mann sem missa vinnuna skiljiði. Þetta eru stóri skellir skiljiði. Ég er ekkert eitthvað, ég er alveg viðurkenna það, ég er ekkert eitthvað fan af stóriði sko, bara svona heilt yfir sko og þannig að ég harmaði ekkert skiljiði að við myndum hætta í stóriðinni og myndum reyna að finna okkur eitthvað annað að gera við orkuna og peningana skiljiði. En þetta er náttúrulega sko stærsti talandi sko orkuskipti. Ég meina, ef álver myndi hætta þá hefðu við alveg bara fengið ná orku eftir sko. En þannig að það sem ég finnst þungbarast í þessu er náttúrulega bara þessi samfélög sem að reiða sig að stórum hluta á einn vinnuveitanda eða fáa vinnuveitendur og hvernig það getur allt bara kollvarpa einhverju samfélagi sko. Og á Akranesi hafa þessi áföll bara dunið á í gríð og erg núna bara undanfari. Ég meina þetta hvað 3X Skaginn fer, það er hvalveiði sumarið fyrir 2-3 árum, það nú búið að vera einhver fleiri gjaldþrot og þetta hefur bara verið koll að kolli sko. Meira sér líka bara lokal fyrirtæki með 30 manns í starfi eða eitthvað. Svo er mikil uppbygging fyrir hugð, íbúðabyggingar og svo kannski kemur Sundabraut í hvort sem það verða brýr eða göng, þá verður styttra að keyra og það er ýmislegt sem að það getur haft gott í för með sér. Ég held að þetta sé í traustum höndum sko, ég er ekki að segja það, ég er bara svona að reyna að tjá það að hugur minni er búin að vera hjá Akranesi undanfari og þannig það alveg sérstaklega eftir þetta mikla áfall. Það var bent á það við þetta borð í vikunni að álverið þarna var flutt inn, þetta var álverið sem var tekið niður í Þýskalandi og hefur eiginlega alltaf verið vita að þetta er hálfgert svona skrapatól, þetta er mjög gamalt. Okay. Og það getur leitt til þess að þeir verða fyrir þessu áfalli og er hana með gamalt álver sem kannski er ekki hægt að treysta á og það getur verið eins og með Bakka, ég meina það er engin sem trúir því að Bakki verið endurreistur. Af því að þar var náttúrulega verið að teygja sig eftir, Íslendingar voru að teygja sig eftir til þess að laða hér inn stórið. Þið á Suðurnesju fengu nú aldeilis finna fyrir því þar sem verið að teygja sig eftir kísilverinu þar sem var bara einhverjir vitleysingar sko, er ekki átt að segja það? Jú, ég meina það er náttúrulega fjall, sko fyrir utan náttúrulega sko, það náttúrulega bara var gífulega mengandi, þannig að fólk var bara með sko öndunarfæri vandamál bara eiginlega frá fyrsta degi sko, þetta var náttúrulega algjör sirkus sko, bara þetta kísilverið, en svo var náttúrulega búið að vera þessi svona draumur stóriðju í Helguvík náttúrulega sko í 20-30 ár sko, náttúrulega það átti að vera álver, það átti að vera stálpuverksmiðja, það átti að vera áburðarverksmiðja, þannig alltaf einhverju svona órar einhverju svona stóriðju. Þannig að við skrítið í samhengi þetta, eitthvað kom ekki fram og segi, ef við tökum Bakka og 2/3 af álverinu í Hvalfirði og 1/3 af Járnlendinu sem ætla að draga saman og framleiðslu til þess að reyna að þrýsta upp verði á heimsmarkaði vegna þess að það gengur bara ekki nógu vel. Að eigum ekki svona aðeins að hingra með virkjanir og fleira út af orkuskiptum, má ekki vel verið bara að við höfum alltaf mikið orku. Við framleiðum alveg rosalega mikla orku og þetta hugmyndaleysi með alla þessa stóriðju, þetta er svo metnaðlaust og skammsýnt og leiðinlegt. Já, ég veit ekki, mér finnst þetta kannski svona full harður dómur. Ég meina, ef við viljum halda byggð í landinu, þá þarf fólk að hafa eitthvað til að vinna við og það skapar síðan afleidd þar sem fólk getur unnið við eitthvað annað. Það finnst mér svolítið, mér langar að segja ódýr afsökun að segja bara eitthvað svona, getið ekki bara gert eitthvað annað, skilur, það er ekkert endilega hægt bara eitthvað svona á Húsavík, bara eitthvað svona, hér erum við með, hér getur bara allir verið einhverjir endurskoðendur og verkefnastjórar og eitthvað, skilur, það er bara, það gilda önnur lögmál einhvern veginn út á landi með að skapa atvinna því það er ekki nú þegar þetta kjarnar, sko. En hvernig hefði verið bara að sleppa því að leyfa kvótaeigendum að braska endalaust með kvótan, þannig að þessi
þessar byggðir út á landi hefði ekki hrunið fyrir það fyrsta. Já, og fara svo í að skaffa þeim einhverja mengandi stóriðju. Það hefði verið skemmtilegur leikur sko, en það var fyrir 30 árum sko. Núna erum við að tala um raunverulegs fólk. Kóti Skagamanna, hann er farið til Reykjavíkur og það er enda til Vopnafjarðar þar sem eru að vinna, komu með kóta þangað og var tekið fagnandi og ráða þar öllu bara því að þeir komu með kótan. Þessi ræða þessi útahalda hefur aldrei verið haldin þeim sem að missa vinnuna vegna þess að það seldi ykkur kvótan úr bænum. Jú, hún hefur náttúrulega oft verið haldin og ég skal alveg taka undir það sem þeir að segja. Ég er auðvitað heilshugar sammála því, sko. En það sem ég er kannski að reyna að tjá er, sko, þú veist, þessi prinsipafstaða skilar fólkinu sem er út á landi ekkert miklu í dag, sko. En sko, svo verður maður líka að hafa það í huga að þessi stóriðjudraumar út á landi hafa oft hengst bara svona persónulegu metnaði ákveðna sveitastjóra sem síðan hafa farið að vinna fyrir téð fyrirtæki. Og þetta hefur náttúrulega oft klikkað, sko. Þetta er svo mikið svona að klippa skottið af hundinum og gefa honum því að það éta. Þetta er bara þannig. Og Ísland er oft bara eins og ungfrú Heimur sem fer í vændi af því hún sér enga aðra möguleika. Og þannig er þessi helvíti stóriðja. Við erum að selja orkuna á einhverju undirverði, þá er meira að segja leyndó. Það var bara leyndamál hvað þessi fyrirtæki átt að greiða. Og er það ennþá, er það ekki? Já, örugglega. Og svo átti að leggja allt undir fyrir einhver fyrirtæki sem að voru svo undan þegin alls konar, því að þau eru náttúrulega með alls konar vafninga og dóttarfyrirtæki. Já, og sko, ekki miskilja það sem ég er að segja, sko. Ekki miskilja það sem ég er að segja. Ég er ekkert mikill, sko, stóriðju kall þannig, sko. En það sem ég bara reyna að benda á er, sko, það er þangað til að kemur kannski einhver svona heildstæðar hugmyndir sko, hvað fólk á að gera út á landi, að þá er kannski bara alveg eins hægt að halda sig við þau störf sem eru nú þegar, að því allt er þetta fólk sem þarf að geta keypt í matinn, sko. Akkurat að kaupa í matinn, og hér var talað um metnaðarleysi og hugmyndaleysi, og ég tek svo undir með Hrönn með það. Akkur er ekki orkan meira notuð í bara matvæla öryggi og framleiðslu á grænmeti? Akkur rís ekki upp risastór hús sem við erum að kynda upp með orkunni okkar og framleiða Veistu akkur það er? Að vera að vinna. Vegna þess að við tökum ekki ákvarðanum hvað ætlum að gera við orkuna eða hvernig samfélag við ætlum að byggja upp. Við bíðum eftir að koma einhver ríkur kall og gera það sem hann vill og við trúum að þessi ríki kall muni færa okkur besta samfélagi. Við höfum ekki trú á því að við getum komist að samkomulagi okkar á milli, hvernig samkomulagi getur orðið best. Það er nú verið að vinna í þessu. Jóhann Páll, meðal annars orkumálaráðherra, hann er nú hvort það sé búið að samþykkja eða leggja fram allavega með frumvarp það sem sko, heimili og minni fyrirtæki eru með forgangi orku. Og það er stuðningu við grænmetisbændur líka. Það er allt annað sem það tala um. Það sem hann er að gera er mjög veik tilraun til þess að verja okkur vegna þess að búið að breyta lögum orkusölu þannig að það er einhverjir heilsara sem er að braska með orku í samkeppni við stóra kaupendur þar sem að litlu aðilarnir, heimilinn og litlu fyrirtækin hafa raunverulega geta lent í því að einhver braskari bara kaupi frá þeim orkuna. Við lentum í orkukreppu svipa og hefur verið í Kaliforníu, víða í Evrópu, þar sem búið að taka upp einhvern fáránlegt kerfi. Hann er með mjög veikar varnir núna sem ætti að vera löngu búið að setja sem myndi verja okkur því að við byggðum upp orkuöryggi fyrir okkur með uppbyggingu rafmagnsveitar Reykjavíkur, með uppbyggingu hitaveitunar, þetta eru samfélagslega verkefni með Landsvirkjun og eitthvað fleira, svo er bara komin búið að hleypin einhverju braskara liði þarna inn sem getur sprengt upp og er að því. Það verður hækka orkuverðum 22%. Þeir eru ekki tilefni til þess. Og svo er hvað þessi orkumálaráðherra ætti að vera fyrir löngu búin að redda þessu. Og svo er Landsvirkjun held ég líka búin að fá þessi sekt frá samkeppniseftirlitinu fyrir að spila ekki alveg með þessum millilegum. Ég ætla reyndar alveg að taka undir að þetta er alveg fáránlegt kerfi og er hugsað fyrir evrópskan orkumarka og ekkert erindi Og svo saman orku til almennings, þessar auglýsingar, ég fæ ofnæmi þegar koma auglýsingar eitthvað að sé svo mikið stuð að kaupa orku af þessum. Þetta er ekkert nema bara til að rugla líf okkar. Þetta er svo fáránlegar auglýsingar. Lífið verður svo mikið stuð ef þú kaupir orkuna frá þessum. Maður hugsa bara Páll Óskar kaupir orkuna frá þessum. Þetta er svo mikið stuð. Á Íslandi er einn orkuframleiðandi, sko. Þú veist, af hverju þá 100 við höfum ekki meira við tíman að gera og betra við tíman að gera heldur en að vera að garfa í þessu. Nokkra krónur, sko. Nokkra krónur eða aurar, sko, já.
sem bara til að lokka þig yfir og svo bara hækka þér og kúa þig aftur. Eins og allir hafa reynt sem að skipta banka eða skipta eitthvað. En mér langar að koma einhverju öðru til varnar. Einhver öðru, já. Einhverju sem segja einhver annað. Við höfum bara að gera eitthvað annað. Það þú veist, út af því að það hefur alltaf verið í raun og veru viðkvæðið þegar stóriðan hefur komið, hvar sem hún hefur komið, að þá er alltaf sagt, þú veist, þeir sem hafa verið að andmæla því, þá er alltaf sagt eitthvað annað, hvað viltu þá í staðinn, og raun og veru stóriðan mætir að svæðin sem einhver svona loka á umræðina í raun og veru, til að segja bara, nei, við erum með lausnina, hún er hérna, hún er bara ein, hún er þetta hérna, komið átaki við því, og þar sem, þú veist, í byggðarlögum út allar, meðal annars á Húsavík, er náttúrulega svona nýsköpunarmiðstöðvar, það er verið að gera alls konar, skiljiði, það sem er verið að reyna að finna einhvað sem getur vaxið og grasera og ég skil auðvitað það er mjög auðvelt og þægilegt að geta bara fengið einn vinnustað sem kemur bara með og það er einn kall sem tók ákvörðun að þetta skildi vera það sem við ætlum að setja orkan okkur í. Eins og að bakka einhver fjölskylda í Þýskalandi sem taka ákvörðun framtíð Húsavíkur, það veit engi hvað fólk þetta er. Nei. Engin. Nei, ég veit ekki, ég er með þetta, grænmetisrækt og alls konar einhver svona og ég held að sé alveg tækifæri til þess og þú veist, menningarlíf á Seyðisfirði er líka bara rosa gott dæmi svona hvað annað er í boði og þú veist, minni ferðþjónustaðilega líka rosa gott dæmi og alls konar á Húsavík sem verið er að gera hann, Örlygur og öll hans fjölskylda og alls konar menningatengt starfsemi, Hvalaskoðun, Geimurinn, Eurovision, bara allt mögulegt. En á einhverjum tímapunkti er sá hluti kannski mettaður og þá þarf þetta að fara að skoða einhverja verðmætasköpun sem öll restina hagkerfinu þarna svæðinu snýst skilur, bara eins og á Reyðarfirði sem ég þekki ágætlega til. Ég meina, það er fólk að vinna í Krónunni og það eru læknar á heilsugæslunni og það er bar og veitingastaður en þú veist, forsendan fyrir öllu þessu er að það sé starfsfólk í alvörunni sem þarf að nota þessa þjónustu og borga fyrir hana, Já, mér finnst þetta oft vera eins og við séum bara föst í ykkur svona gömlu svona lénsherra skipulagi þar sem er svona einn kall í bænum sem á allt og stjórnar og ræður hvernig framtíðin er og hver fær vinn og hver ekki og hvernig menningin er og hvaða bara eins og Samherji á Akureyri, þetta getur orðið rosalega eitrað og ég held að við séum bara svo vönu þessu og við erum svo samdauna þessu fólk ver þetta alveg fram í rauðan döðan einhvern veginn svona, þennan eina trausta atvinnurekanda, Já, ég sé Sölku Völku bara bókina fyrir mér og Burgessana það. Við erum bara alltaf föst þar. Og aftur, ég er að koma út eins og svaka bútleikar í þessu viðtali, en þú veist, það er kannski líka einhver reyti skiljanlegt, er það ekki? Menn allt þetta fólk... Við erum bara vanþróland. Það getur keypt í matinn af því það er með vinnu á þessum vinnustöðum. En hvernig er með Danmörku? Danir eru ekki einhver gríðarleg fiskveiði þjóð eða þeir eru ekki með... engar auðlindir. Nei, þeir hafa stórkostlegum vandræðum vegna þess að Nova Nordisk sem hefur búin að halda upp í dansku efnahagslífi í 10 ár en fyrir 10 árum var bara líka mjög gott og margt að gerast í Danmörku. Það er svona Nokia áfalli. Já, einmitt. Það hafa eitt svona risastórt sem treysta svona á. Ein af þeirra stærstu útflutningsgreinum hafa verið sjónvarpsþættir og hönnun. Alls konar hugvit, bara rosalega flott hönnun í stóru og smáu. Já. Hugsið ykkur, já. En nú sitjum við með allar þessar auðlindir og við hugsum, við þurfum að gera eitthvað virkilega mengandi til þess að hafa eitthvað eitt traustan vinnust, eða við getum alveg verið sniðugari, En þetta með svona þessi eitt kall eða eitt fyrirtæki sem er svona drottnandi, það kom aðeins til tals hérna því að það verið að sína myndina hjá þér, bóndinn og verksmiðan, sem er svolítið að það er kona sem að hrossin deyja út af flúormengun, ég heldast ekki til það svo sem, en hún stendur bara ein í þessari baráttu og það er enga stuðning neins staðar af því að hún er í stríði við stóramanninn sem er álverið í Straumsvík sem er núna, kemur allir í ljós að er gamalt og mengunarvarnir það hefur alltaf verið vitað þeir eru sjálf fyrirtækið sjálft með mengunarmælingarnar og það er dett út mælar ef það mælist svo mikið og ég held að vitið allir að þetta er svona en það sem að mér fannst merkilegt að því að maður segir svona Davíð og Góliat í þessu en ef maður sér fyrir sér maður er búin að sjá bíómyndir með Davíð og Góliat þá kemur Davíð labbandi og þarna er ísraelski herinn með honum. En þessi kona, hún var bara ein. Að þegar okkar Davíðar er að berjast við Góliat, þá er fólkið bara eitt. Við bara bíðum að sjá hver vinnur og stöndum alltaf pínlítið bara með stórgallinum.
Já. Við erum bara, þú veist að segja, Það væri svona sannir samfélag. þrælslundin, hún mjög sterk. Mér finnst þetta að vera enn eitt dæmi það. Já, já. Sá sem í baráttunni, yfirleitt hann bara skilin eftir einn. Svo ætlum við að sjá til. Þetta er bara okkar þjóðar, þetta þjóðasálin, hann er að Halldór Laxness sagði það best. Eða svona greindi þetta best fyrir, þess vegna er svo gaman að lesa hann. Það er svo mikið talað það. Já, og þess vegna var hann kendur í öllum skólum. Eins og einhver ættingimann sem maður er Þetta loksins að fatta. alltaf flókin texti fyrir mig, sko. Finnst þér það? Nei, ég lesi þetta allt. Bara því ég er ungu kall, sko. Ég náttúrulega get ekki lesið með þetta gagg, sko. Ég hélt að við værum að fara að trúna og þú værum að opnaði hérna. Það er sama, ég nefndi hérna Vopnafjörð áðan, því ég var eins og ferðalegi í Vopnafjörði. Og þá var þannig að þau mistu allan kvótann, það voru seldan frá sér og einhver leiti var þetta sko félagslegt og svona og narra til þess alveg eins og húsvíkingar, þetta voru meira og minna félagsleg útgerð, þetta var tengt kaupfélagin og svo var hálfgerð bæjarútgerð og það var svona eitthvað, þeir mistu þetta allt til Vísir keypti þetta og lofaði að fara aldrei með þetta, fór með þetta 2 ára seinna. Það er við ofnfyrirka mistu þetta allt saman og svo kemur Grandi að því að hann er búin að taka allan kvótann hana og vantar einhverja fiskvinnslustöðvar og kemur þannig með atvinnustarfsemi. Og ég hef bara aldrei heyrt fólk tala af annarins lotningu nokkuð, Grandi, Grandi, og tala svona. Og ég hugsaði betur, er þetta ekki aðeins of, pekið þessi í dufti, sko. Þannig að var umverulega stórútgerði búin að ræna lífsviðurverðina þessu fólki og kemur svo með kannski þriðjungi tilbaka og þá er bara, fólk bara breytir rödd sem við tala Er þetta ekki aðeins svo mikið? Er þetta ekki harmleikur okkar tíma þegar kvotarnir voru teknir úr byggðarlögunum út á landi? Þetta er náttúrulega bara svona alveg skilgreinandi atburðarás 20. aldarinnar á Íslandi allavega. Kvótakerfið og síðan hvernig kvótin var tekin. En það er rosalega ríkt í okkur og í þjóðasálinni þetta að dást að einum sterkum manni sem að á einhvern veginn að koma með lausnina og bjarga öllum og þetta og þess vegna bara, ég verð að nefna Trump fyrir gefið því þó ég síðan nefna þennan Trump að sko að fólk, ég held að séu svo margir á Íslandi svo hrifnir af akkurat svona einum sterkum kalli sem riðst áfram og þykist öllu ætla að redda og við einhvern veginn bara vonu, eða ekki ég, ekki við en hluti fólks bara trúir því og treystir að hann bara riðjist fram og reddi þessu. Já. Ég held líka, ég held að þetta sé ekkert bara íslenskt, sko. Ég held að þetta sé bara mjög svona algengt. Já, þetta er náttúrulega í Bandaríkjunum, 50% Bandaríkjamanna styðja hann. En þú veist að það er svona hugmynd þetta er aftur þetta spurningu sko líka, þú getur komið með einhver svona einfalda lausn, sko. Þú býrð bara til einhverja mjög skýra narratífa með kannski samfélagslega breyting sem einhver svona myndi taka til einhver svona breynaðara sjónarmið þess að hún tekur tíma, hún er óræð, þú ert kannski að setja með peninga í menningu og listir eða eitthvað svona sem að þú veist ekki alveg hverju skilar í stóru myndinni og en þegar einhver annar getur komið og verið bara með einhvern spís sem bara sker í gegn og segir það er svo þægilegt að hlusta þetta er svona einhver svona power fantasía sko, fólk upplifir sig vannmáttugt og getur einhvern veginn svona fengið útrás fyrir þeim vannmætti í gegnum einhver svona hliður þetta yfir á þennan einstakling sko og að því hann er að keyra í gegnum kerfið og þá upplifir maður einhverja valdeflingu í gegnum það sko, ég held að það sé á rosa svona bara djúpan hátt einhver þörf fólks að fá að spila út þessari svona fantasíu í gegnum einhvern sko. Já og þessi þörf líka að hlutinni séu einhvern veginn bara svart eða hvítt, við sjáum einhver svona skýra valkost, þetta er bara annarkvort svona eða svona, já eða nei og mér finnst það líka birtast í þessu með þegar verið er að segja að það er algjört jafnrétti, sjáuð allar þessar konur í æðstu stöðum. En þá gleymum við sko, þá er ekki verið að tala á sama tíma allar, hvað hlutfall þeirra sem eru á örorku, hvað hátt hlutfall þeirra eru miðaldra konur sem eru bara búnar á því eftir bara að hafa borið ábyrgð á svo gríðarlega miklu sínu fólki og erfiðum störfum og lágum launum og kannski húsnæðis óöryggi og bara strit lífsins og þær hrynja á örorku allt of snemma og við erum ekki að tala um þetta og við erum ekki að tala um sko, hvað er lítil virðing borin fyrir störfum sem konur vilja velja sér mig langar ekki að vera rannveig í álverinu en ég myndi miklu frekar vilja vinna á leikskóla, vinna við ummönnun eða menntun það er einhvern veginn, það þykir ekki eins merkilegt
merkilegt. Þannig að en við horfum á þessar sterku konur og þar með björnin unnin af því að bara við viljum hafa þetta svart og hvítt. Já, ég meina hitt erfitt. Það erfitt að sjá að gráa, sko. Það er bara, við samtali hérna áðan, stóriðu, þú veist, það er erfitt að sjá einhvern veginn milliveginn að, þú veist, þetta er mikilvægt fyrir fólki á svæðinu, þetta er samt líka skaðlegt, skilur, og það er alveg þess virði að leita annar lausna, en stundum er það ekki hægt, þú veist, það er erfitt einhvern veginn að gera málamiðlanir við sjálfan sig líka, sko. Og það reynir rosa á og maður þarf einhvern veginn að geta sett sig í þær stellingar fyrir það og miklu auðveldara að trúa bara einhverju svört og hvítu, sko, það er rétt og það er rangt. Og svo spila menn inn á svona sterki klári maðurinn, eins og hvað hétt þarna, Vá, eins og sem að var með það. Hann var svona að leika svona Iron Man einhvern veginn. Musk er svona að leika Iron Man. Hann var líka þykjast einhvern veginn rosalega gæjar þessir. Hvað hétt hann aftur líka sem var með hitt flugfélagi erlendis, Virgin Airlines. Branson. Hann var alltaf svolítið svona að vinna með Branson-lukkið, sko, einhver svona ofur. En munið ekki líka eftir þegar í áramótaskaupinu á svo brjálæðislega fyndi atriði fyrir einhverjum árum rétt fyrir hrun, þegar allir átt að, ef þú varst ekki eins og Hannes Márasson, þú varst bara lúser, og svo var einhver maður sem að hét Hannes Márasson og nafn hans, en hann var ekki búinn að meika það svona rosalega á efnaðarslegu mælikvarða. Það eru svolítið kostulegir þessi ríku kallar eins og Elon Musk er alltaf svona með einhvern stíl í fötunum svipað og Steve Jobs var með og svo er hann Zuckerberg sem er svona ekki mjög smart gæi hann er með eitthvað alltaf í sömu fötunum. Það skín í gegn, sko, hvað þeir vilja mikið að aðrir líki við sig, sko, þetta er svo vandræðalegt. Þeir eru náttúrulega allir að reyna að vera svona köllítrar, þú veist, og þeir eru orðin svo sturlaðir af peningum. Þetta er nefnilega mjög merkilegt hvað fólk verður galið af peningum og hugmyndirnar sem þessi menn eru með núna. Hvort sem það er eilíft líf eða lýðræði sé ónýtt og samkeppni sé ekki til neins og bara allt þetta rugl er endanleg sönnun þess að enginn hefur gott af því. Sko, ég er ekki að tala um fátækafólk, ég er að tala um bara fólki sem verður fyrir því að eignast svona mikið af peningum. Það er bara augljóst hvert það leiðir. Já, og ég held að þetta er mikið til í þessu og þú veist, það er svona nánast þannig að maður vorkenni þeim fyrir þessa stöðu, sko. Þú veist að maður bara ímynda sem maður getur bara gert og fengið það sem maður vilt, hvenær sem auðvitað verður maður keggsruglaðir að því, sko. Og maður tekur bara tóli við einhverja þjóðarleiðtoga bara svona verður þetta og þú veist, maður bara svona verður alveg hömlulaus og virðir engin mörk, sko, þegar maður er bara vanur því að maður fái hvað sem þið er, sko. Auðvitað verður maður klikkaður. En við erum á þessum stað í sögunni, þar sem að þessir menn ráða og lýðræði eða einhverja lýðræðislega kjörnar, einhverja stjórnir eða einhverja einræðisherrar út í heimi í rauninni hafa ekki neitt að segja. Og Trump er náttúrulega kóngurinn, hann var svona einhverju leyti ríkur, svo var hann rosalega vinsæll í sjónvarpi, nú er hann rosalega valdamikill og hann er komið með svona hirði kringu sig að það er alveg saman hvað hann segir lélegan brandara, sko, það er sagt að séu alltaf svona 30-40 manns í Oval Office og hann sé alltaf bara með ávartaskara og þeir hlæja allir, þeir eru aldrei heilt neitt að applóðskilti en sko einu sinni, en hann er búinn að hreyfa nálina bara svo mikið að hann gerði gervigreinda myndband af sér að drulla yfir fólk með kórónu, sko. Þetta var alveg botninn af því sem ég sé hjá honum. En það er ekki langt síðan að fólk var að hneykslast og repúblíkana sérstaklega ofan í rass fyrir að Obama var í beige jakkafötum. Þvílík vanvirðing við embættið. Og maður er einhvern veginn farin að sakna bara eitthvað svona, þú veist, skilurðu ég veit ekki, George Bush var einhvern veginn bara eitthvað svona fínn gaur, skilurðu, þú veist, hann var allavega og svona skemmtilegur, skilurðu, og hann þú veist, hann var náttúrulega alveg, þú veist, stórhættulegur og allt það, sko, en hann allavega, þetta var ekki sami farsi, sko, það var eitthvað svona lágmarksvirðing yfir þessu, sko. Hann upplifði sig sem á einhvern nátt hann væri að þjóna eða vinna að almannahagsmunum, meðan að hinn er bara með kongablæti. Og grímulaust, sko. Og grímulaust, og mér fannst svo, ég fór í Hvítahúsið í skoðunarferð einu sinni bara á háskólaárum mínum í stjórnmálafræði og fórum að skoða Hvítahúsið og það er gengið úr einu herbergi
herbergi yfir í annað með leiðsögumanni þar sem að mann sögð sagan og þetta sko virðing fyrir sögunni, hvert herbergi uppfullt af merkilegri sögu. Og svo hugsaði núna, lætur hann bara brjóta niður á þess að fá leyfi fyrir því á þinginu. Brjóta niður byggingar og ætlar að byggja þarna einhverja ballhöll eða einhvert svona samkomusali, já. Og það sem að verða múraðir inn í veggina svona nöfn þeirra sem að vinnan sem að borga. Hvar virðingin fyrir sögunni? Þetta náttúrulega bara einmitt bara smekklisa sko. Já, og hann búinn að breyta skrifstofunni þannig að hún lítur út fyrir að vera svona búningsklefi fyrir eitthvað glímukappa. Hún bara öll í eitthvað svona gull, skrani og bikurum og allt. Þetta bara svona hræðilegt. En sko, og svo hugsa maður stundum, maður á ekki vera að tala um þetta, hann fær allt mikið vægi. En jú, Nei, en hérna, við eigum að tala um þetta vegna þess að það sem hann gerir, alveg eins og þú sagðir Hrönn, hann að færa nálina svona rosalega, það að hann búinn að gefa öllum þessum rugludöllum einhvern veginn svona skotveiðileyfi á aðra og þeir svona valdeflast og fíleflast og þeir meiga einhvern veginn allt í einu allt. Já, og nú líka fólk bara sem aðhyllist svona einhverjum svona nasista hugmyndi, það bara segir það. Má ég ekki, ég bara rasisti og ég fíla og það bara margt í Þriðja ríkinu sem var bara mjög gott og þetta bara komið á svo skrítin stað og mér svo alvarlegt að börnin okkar séu alla stuffið þetta. Þetta ekki eðlilegt. Svona hagar fólk sér ekki. Fullorðið fólk ekki með gervigreinda myndbönd af sér að drulla yfir hvað þá valdamest. Ég svo rosalegar áhyggjur af unga fólkinu. Af því að sko þegar ég orðin gömul, þá stjórna þau. Ég bara miklar áhyggjur af því. Mér finnst sko ykkur í Garðabæ með einhver strákur sem að ég gerði svona gervigreindar myndband af kennaranum í sleik við nemendunum. Nákvæmlega. Það náttúrulega sko, ég ætla að segja samt sko með þetta að hunsan og ekki hunsan og eitthvað svona dót. Við erum náttúrulega oft verið að tala skilurðu, við höfum ekki að gefa fólki plattform, ekki svona Jordan Peterson eða eitthvað svona dót. Þetta velja einhverja fígúru sem þú fílar ekki og átt ekki að gefa hana plattform og tala eitthvað svona dót. En þú getur ekki talað sko valdamesta manns í heiminum sem að skilurðu bara með líkla kjarnorkuvopnum og skilurðu það ekki annað hægt en að tala að sko einmitt talandi þessa svona nál sem að færast sko að sko ég líka bara svona talaði fólk og maður að sjá hvað hann gera hann að gera hræðilega hluti og æs að heyrðu upp fólk í stórum stíl skilji bara eins og einhverju SS-liðar sko og og fólk bara já nei en sko Obama hann gerði þetta eða Joe Biden, hann gerði hitt og þetta og einhvern veginn, og sko, það verið að leggja jöfnu hluti sem eru stundum sko svo stjarnfræðilega ólíkir eins og, það svona verið að normalisera alltaf, það er alltaf verið að tróða vonið í normaliseringu á því sem Trump að gera, sko. Mér finnst eitt sem er furðulegast í þessu samhengi, sem við erum að ræða hér stundum, og það er að Trump að brjóta niður fjölmiðla, neyða þá til þess að borga sér fé og þeir eru að reka fólk og það var nú, Þorsteinn Gylfa bara bent á því að Paul Krugman hún var hent út úr New York Times eftir sko 20 ár darkahöfundur bara vegna þess að Trump í taugarnar á honum og þetta, hann bara og fólk missi vinnun, hann að kúa háskólana til að kenna ekkert nema það sem hann blessar þessi kynjafræði tími þinn, hann fengi ekki að vera í Bandaríkjunum og þar höndugötunum og maður nefna þetta og þá fara að menna að segja, já þetta nú bara viðbrað við vókinu þar sem að var verið að púa á einhvern mann í einhver ræðustól vegna þess að hann hefði gert eitthvað og það er alveg, fólk til að leggja það í öfnu það sem verið að nota ríkisvaldið til þess að sko bara brjóta niður málfrelsi í 300 milljóna manna samfélagi við einhverja háskóla nemendur sem voru að púa því að Óskar Peterson kom og hélt eitthvað erindi. Og það sko og þetta var réttlætingin sko. Ég var með sko ráðstefnu sem ég voru á sem var hér á Íslandi í vor og þar voru fræðimenn að koma frá Bandaríkjunum og frá Kanada líka. Og þau voru mjög mikið að tala um þetta og þá var þetta samvinna oft mjög á milli kanadískra fræðimanna og amerískra og stutt að fara og og þá eru þessi komplexar það eru þessi bókstaflegu listar yfir orð sem mega ekki koma fram eins og diversity og eitthvað svona og þannig að þú mátt ekki sko tala um líffræðilega fjölbreytni út af því að það er gender í einhverjum svona óræðum skilningi en síðan þetta líka, þetta er náttúrulega ekki bara Trump, þetta er náttúrulega líka gerist í Evrópu
í stórum stíl. Ég var á mjög áhugaverðum fyrirlestri á vegum Evrópusambandsins daginn, þar sem var verið að tala hvernig verið að fönnela Evrópupeninga, meðal annars Viktor Orbán, að fönnela Evrópupeninga í alls konar svona verkefni. Það verið að fara einhverja krókaleiðir til þess að sem eru kallað svona anti-gender og verið að tala þá gegn kynjafræði eða fyrir því að börn eigi ekki að fá kynfræðslu heldur bara að hætta að stunda kynlíf. Þetta er svona klassíska sem við séð skilji og fyrir svona hefðbundnum fjölskyldugildum og svona dót. Þannig að þetta er, við tölum um bakslag. Þetta er ekki, bakslag gefur til kynna einhvern veginn að það sé einhver svona, nei ekki svona mikið eitthvað. Þetta er ekki alltaf bakslag. Það er concerted skipulögð árás að réttindum kvenna og hinsegin fólks í heiminum og það er að birtast þarna í þessum. Já, og þú talar aðeins að þú gefur þessu fólki ekki plattform. Já. Og ég held að það hafi verið svona strategían kannski frá vinstrinu og svona akademíinu og svona var að reyna, bara hunsa þetta í hel. Og ég held að það hafi verið afleidd strategía og svona langar næstu að kalla það bara heilshátt auðvitað maður bara stara á þetta ég geri króka leið mína til þess að heyra hvað þessi menn segja bara til að vita hvað þeir segja og hvernig þeir segja til þess að vita hverju get ég svarað skilur og hvað er verið að reyna að grípa inn í Ég held að fólk hafi gjörsamlega sofnað á verðinum fyrir þessar undiröldu einmitt af því það var að reyna að gefa þeim ekki plattform en voru rauninu bara að horfa í burtu og hunsa vandamálið þangað til það síðan búin að grassera og springa svona í andlitið Þá gerist ofta að Samfylkingi tekur upp útlendingastefnu Miðflokksins eins og sósíaldemókratar í Danmörku tóku upp útlendingastefnu Þjóðarflokksins. Er það upplifun þín að Samfylkingin hafi tekið útlendingarstefnu Miðflokksins? Já, þeir eru að núna er að fara í gegn alla þær lagabreytingar sem að fyrri ríkisstjórn hafði lagt til sem að dómsmálaráðherrar Sjálfstæðisflokksins hafði undirbúið, Jón Gunnarsson og Guðrún Hafsteinsdóttir. Þau eru að fara í gegn. Það er verið að undirbúa þessar, hvað voru að kalla þarna fangelsi sem að má ekki kalla. Brottfararmiðstöð. Já, fangelsi fyrir fólk sem hefur ekkert brotið af sér. Já. Þannig að þetta er hættan í Evrópu til dæmis og það eru þessir flokkar sem hefðu átt að vera að berjast fyrir húmanisma og mannúð í samfélaginu af ótta við að missa atkvæði sín hafa þau tekið upp andmannúðina. Já, ég ætla að fá að kvóta bók sem ég er að lesa Robert Moses, það sem segir að draumar eru tilgangslausir án valds. Ég er mikill talsmaður realisma í pólitík og ég held að stjórnmálumönnum beri skylda til þess að hlusta á þá áhyggjur sem það heyrir. Ég meina það má alveg gagnrýna útlendingastefnu sósíaldemókrata í Danmörku en staðreyndin eftir sem áður sú að Mette Frederiksen hefur haldið völdum og ekki fylgi. Lengi vel hún mæli núna undir 20%. En það er út af öðrum ástæðum, það er út af ríkisstjórnin sem er núna. Það er bara lifandi dögri ríkisstjórn. En ef þú fylgist með fylski Danski Folkeparti sem var þeirra svona öfgafylsti flokkur, þá hefur hann hrunið sama tíma Þannig að það að Mette Frederiksen hlusti á áhyggjur sína borgara og bregðist einhverju leyti við, þó að það sé í málefnum útlendinga, það hefur gert henni kleift að halda í taumana og stýrt frá því sem stemdi í algjört óefni með fylgisaukningu Danska Folkeparti. Hún er að fórna flokknum sínum, hún er með að núna í mælingum undir 20%. Hún hefur aldrei náð að auka fylgi. Ég flutti frá Danmörku fyrir halvri viku. Hún náði ekki að auka fylgið. Jú, fyrir síðustu kosningar Fyrir 2% ekki síðustu, þar síðustu. Já, og hvort tvekja, hún hefur haldið völdum í gegnum það báðar. Þannig þessar sögur sem eru sagðar hingað að hún hafi einhvern veginn bjargað sósíaldemókrötum í Danmörku, að þær eru bara ekki réttar. Hún er hangið við völdin en er núna í lifandi dauðri ríkisstjórn sem að eiginlega enginn vill og hún nær engu fram og með flokki niður í botfylgi vegna þess að hún yfirgaf vaktina sem hún átt að standa sem er að viðhalda og verja mannúð í dönsku samfélagi. Já, nú held ég að við séum eitthvað að blanda saman því að það sé endilega eitthvað
að það útilóki hvert annað að reka sko einhvers konar útlendingapólitík og það sé þá bara engin mannúð. Ég meina jú, ég held að sé alveg gagnrýnisverðir punktar í danskri útlendingapólitík en það er samt ekki þannig að þetta sé eitthvað tvennt sem útilóki hvert annað. Ég meina við erum nema það sé einhver hérna sem á því að það sé algjörlega bara málið að hafa engin landamæri að þá þarft að hafa útlendingastefnu og það felst stundum í því að fólki er vísað á landi. Ef þú skoðar fylgi sósíaldemókrata í Evrópu og öfga hægri flokka þá sérðu sko þar sem að sósíaldemókratar hafa hlustað á áhyggjur borgara og oft sko lágtekju fólks út á landsbyggðinni, hlutaborgarna, það er alveg rétt. Þessu kannski 5-6% sem að hreyfa sig á milli flokka. Að þá hafa þeir sósíaldemókrataflokkar haldið völdum þar sem það hefur verið tekið einhver prinsipafstaða og haldið í þrátt fyrir sko raunverulegar áhyggjur kjósenda og borgara ofta af lægri stéttum að þá hafa það tapað fylgi til Alternative for Deutschland og Sverigedemokraterna. Þetta er ræða Metti og félaga og þetta er raunverulegar áhyggjur borgarana. Þetta er ofta ekki nema kannski 6-7% fylgi sem er að færast á milli flokka sem að flokkarnir horfa á og eru óttast að missa og taka eins og þess verkamannaflokkurinn í Bretlandi tekur upp hérna útlendingastefnu reformpartí af ótta við að missa þar fylgi. Og þetta er bara lítill hluti sem er að færast. Útlendingastefna sem þið taka upp er svo að allur vandi sem er í okkar samfélagi er útlendingum að kenna. Þannig að við verðum að herða á útlendingamálum. Þetta er ekki rétt. Leið mér að klára. Þetta er botnlaus leið vegna þess að það er engin lausn í þessu. Það er alveg sama þótt þú herðir að útlendingamálum að þá mun ekki grunnkerfi samfélagsins mun ekki batna. Vandinn sem hefur verið að boða muni leysast þegar Sigmundur Davíð er að tala að ef að verður bara lokað hælisleitendakerfi þá muni verða nóg að elliheimilum, nóg að skólum og alls konar. Þetta gengur ekki upp. Þannig að þessi flokkar sem að fara og elta þessa flokka fara með sömu ræðuna og eru sífellt að boða harðari aðgerðir í útlendingamálum sem er botlaust. Vegna þess að þú endar aldrei á neinum stað þar sem þú skilar árangri. Þannig að það er engin árangur á þessari leið. Já, ég held að þetta sé ekki rétt sko. Ég held að þegar miðjuflokkarnir hafa neitað að hafa einhvers konar útlendingapólitík sem sko er í takt við væntingar borgarana þá hefur það stemt í óefni og það hefur ýtt fólki út á öfgana. Ég er búin að vera hérna bara frá því ég kom heim að gangi í hús vítt og breytt suðvesturhornið og það er bara venjulegasta fólk sem hefur áhyggjur af útlendingamálum á báða bóga sko. Það er bæði hefur áhyggjur af því að það sé allt of mikið af bara þú veist brúnu fólki og þú veist það er eitthvað sem heyrist en það er líka fólk sem hefur áhyggjur af því að það bara sjálft þekkir útlendinga og hefur áhyggjur af því að það sé ekki verið að taka nóg vel móti þjónustan sé ekki nóg góð sko. Það sem Mette svo ég fái núna að klára Gunnar, ég leiði þér að klára, ég ætla að fá að klára. Ég er með þennan þáttina. Vandinn er sá að stjórnvöld sem eiga að vera gætað öryggi í samfélaginu og tala inn í samfélagið gegn þessum ótta sem hefur verið að keyra á eru hætti og taka undir hann. Þess vegna er fólki sem út að hitta fullt af ótta við útlendinga á þess að það var nokkra ástæða til þess. Já, ég er ekki sammála þessari Samfélagi ekki tók þessa beygju. Við erum náttúrulega líka átt okkur á því, það náttúrulega er með þetta, það er raunverulegar áhyggjur og síðan er áhyggjur af raunverulegum ástæðum, náttúrulega verðum að gera greinarmun á því og áhyggjurnar eru raunverulegar, fólki er með fullt af áhyggjum og sumar af þeim eru náttúrulega eiga sér síðan ekki mjög sterkar stóður raunveruleikanum og við þurfum einhvern veginn að dressa það er alveg rétt. Aftur er ég á Suðvesturhorninu, ég er á Suðurnesjunum, þar sem er mikið af innflytjendum og náttúrulega útlendingastefnan, við erum alltaf að tala um útlendingastefnu en það sem við erum alltaf að tala um er stefnur og það sem er verið að herða og að dressa meðal annars með þessum svokölluðu lokuðu búsetuúrræðum eða fangabúðum fyrir fólk sem er búið að vísa úr landi. Er að þetta er bara örhópur af innflytjendum á Íslandi, þetta er ekki stósti hópurinn, áskoranir sem við stöndum frammi fyrir því sem að fólk á Suðurnesjunum einmitt þar er að takast á við, eru líka bara þær að það er bara mjög mikið af fólki sem er bara komið hingað af evrópska efnahagssvæðinu og flytur hingað bara út af það má flytja eins og hver annar og við erum alltaf að tala um þennan pínu litla hóp og við erum alltaf að tala um óttan við þennan brúna hópinn, litla brúna hópinn og við leyfum okkur alltaf að tala um hann og gera eitthvað mál út úr honum og breyta löggjöf þannig að við séum að setja þau í fangelsi, skiljiði, af bara frekar vondum ástæðum, skiljiði og við eigum ekkert, við eigum ekki að leyfa umræðan að vera þarna,
Þetta hinn herta Stjórnvöld gera það. En þetta Dómsmálaráðherra tekur til þess alltaf undir þetta. Dómsmálaráðherra tekur til þess alltaf undir þetta. Mér finnst að við þurfum bara að vera mjög hörð. Skilja með þessi áhyggjur. Þetta er svo skrýtin umræða, hún er svo rugglingsleg. Ég var alltaf með að hlusta á Snorra Másson í lestinni og hann tala, hann er alltaf bara einhverju podcasti, bara áfram og útlendingar og ég heyri fólk tala útlendinga, en þetta er svo rugglað. Þetta er fólk kemur hérna löglega í gegnum EES-samningin og það er brúnt og það eru múslimar, því að þannig fólk er líka til í Evrópu. Það er bara til alls konar fólk í Evrópu sem kemur hérna löglega með alls konar bakgrunni og lítur út alls konar og með alls konar trúarbrögð og þegar þú talar þetta fólk að það sé, og hefur áhyggjur af því og svona, ætlar þá að loka fyrir frjálsa för fólks, eigum við þá að fara að loka fyrir það og eigum þá að fara að loka fyrir Íslendingar sem vilja búa á Spáni? Nei, ég er ekki að segja það. En það er enginn sem minnist á þetta. Það er með Snorri Másson, hann bara talaði svona útlendinga og útlendinga yfir höfuð. Ef þið hafið heyrt Kristrún Frostadóttir tala útlendingamál, þá er þetta fyrsta, það sem þú varst að segja núna, það er að fyrsta sem hún segir alltaf bara, við erum að tala pínulítinn hóp, stóra innflæðið og stóra fjölgunin síðustu ár, það er allt frá EES og það er út af þeirra atvinnustefnu sem hefur rekin. Það eru útlendingarnir sem þetta áhyggjufulla fólk sér. Það sér brott fólk, það sér fólk af öðrum uppruna út allt og það er innan, ég held að það sé innan við 5% af útlendingum á Íslandi með einhvern konar hælisbakgrunn. En það er þetta fólk sem þetta fólk sér í Krónunni og Bíkó og annars staðar og hugsa með sér, það er allt í útlendingum en það ég heyri bara ensku og þú veist, af hverju getum við ekki rætt þetta á þeim grunni, bara við erum í evrópska efnahagssvæðinu, við megum fara til Danmerkur að vinna og við megum líka fara til Hollands og við förum til Spánar og eigum þar sumarhús og megum fara eins og okkur sýnist og þetta fólk má koma hingað og vinna og ef það kæmi ekki hingað að vinna þá værum við ekki með þennan og hinn iðnaðinn. En svo er en svo er það sem Gunnar er að tala með öll orðræðan öll pólitíska orðræðan og herðinguna og allt þetta dót, hún er síðan á örhópinn, ána litla hóp, sem eins og það sé að sprengja skólana og heilbrigðiskerfið og við þurfum að vera með útlendingar náttúrulega enginn að segja að það sé ekki að vera það er náttúrulega ákveðnar hópar sem segja að það ekki að vera nein útlendingarstefna og við erum bara að vera með opin landamæri og allt það og það er kannski annur umræða en það er frekar fámenn mjög langt frá því við séum með Já, ég segi, en það er svona frekar, en í raun og veru ekki, því aftur, langstæsti hópa fólks kemur ykkar bara með... Gagvart fólki fyrir utan EES, þá höfum alltaf verið með mjög loku landamæri. Já, en og svo erum við alltaf, og það er einmitt kannski líka svona ágjörnar þegar við erum að taka upp, einmitt eins og segir, skiljast, já, þetta er svona kannski einhver taktist, einhver pólitískur realismi að vera að taka upp einhver svona orðræðu, að leifa AFD og Svíþjóðdemókrötunum og Danski Folkeparti og Miðflokknum ekki að, ég veit ekki, eiga málaflokkin út af fyrir sig einhvern veginn, að þá leifa við orðræðin alltaf að formulerast í kringum þennan fámennahóp og löggjöf, þetta pressan og orðræðin löggjöfuna sem er búin að vera núna senstu 8 ára eða eitthvað, hún er búin að vera allt einhverju breytingar á einhverjum fjölskyldusameiningum fyrir flóttafólk og og þetta að loka upp búsetuúrræðunum og þar fram eftir götunum. Þetta er alveg botnlaust, því að alveg sama hvað er gert, þá mun ekkert breytast, því að þetta á að vera lausn á vandamáli sem að þetta tengist ekki. Já. Vandamáli er að stjórnvöld hafa svikið okkur með uppbyggingu húsnæði, þeir hafa svikið okkur með uppbyggingu í heilbrigðiskerfi og menntakerfi, þeir hafa svikið okkur með uppbyggingu innviða. Svo fylgjaðu liði og fara að kenna þessum fámenna hóp að hafa eyðilagt Ísland. Mér finnst ég aldrei heyra Þorbjörgu dómsmálaráðherra sem ég finnst bara hafa staðis alveg ljómandi vel og ég treysti henni bara ágætlega til góðra verka. Mér finnst hún aldrei að verða að tala á þessum nótum. Nei, ekki heldur. Mér finnst þetta svona frekar dramatísk framsetning, allt sem miður fer og ég bara upplýði þetta ekki svona. Hefur þetta að tala gegn þessu málarekstri Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins? Finnst þið það ekki eðlilegt að sá sem er í stjórnvölum í Íslandi tali gegn þessum áróðri í gagnvart hluta borgurum okkar? Þessu hefur verið leyft að stýra umræðinni eins og útlendingamálin. Hvað heyrið þið það oft í kringum kosningar? Við erum að ræða útlendingamálin og af hverju erum við alltaf að ræða einhver 2000 manns eitthvað?
eins og það hafi eitthvað að gera með þú veist, það er nú búin að vera fordæmalaus sko fjölgun á útlendingum hérna síðustu ár, það er bara staðreynd og mér finnst alveg svona kannski alveg eðlilegt að það sé rætt sko, ég er alveg sammála því að sú umræða á ekki að snúast hælisleitendakerfið, þar er ég alveg sammála en mér finnst ekki að því að þessi mál séu rætt sko. Útlendingamálin, þau snúast sem sagt þetta fólk sem kemur hérna löglega að vinna, þegar við viljum fá það allir vilja fá það og við erum ekki að standa okkur í að kenna þeim íslensku eða taka á móti þeim í skólakerfið eða heilbrigðiskerfið eða nógu miklar íbúðir og þau eru að koma í störf sko það er náttúrulega, þú veist að einhverju leyti verið að flytja inn sko stéttaskiptingu, það er verið að flytja inn fólk til að fara í láglauna störf þannig að við hérna hvítu Íslendingarnir getum verið í okkar skrifstofustörfum og panta okkur mat á volt og svo kemur einhver útlendingur að fátæktakjörum og kemur með það. En það er nákvæmlega ekkert sem við getum gert í því að því að við erum það er nefnilega alveg hægt að gera það með sko atvinnustefnu, með þau störf sem er í boði hérna á Íslandi sko. En þegar fólk talar í sjónvarpssal útlendingamálin sem er í svona framboð fyrir stjórnmál og hvort sem það er þeir sem vilja helst ræða þetta eru sjálfstæðismenn og miðflokksmenn, þá eru þeir ekki að ræða þetta. Nei, þeir eru að tala ræða, við þurfum að herða tökin og eins og ég segi, Kristrún til dæmis byrjar alltaf á því að segja, ég hef heyrt hann að ræða þetta margoft, hún byrjar alltaf að tala um að hælisleitendahópurinn er ekki stór, hann er að mestu leyti samsettur af fólki sko frá Úkraínu og síðan frá Venezuela sem var boðið sjálfstæðismanna, þeim var boðið hingað bara carte blanche sko. En byrjar síðan að tala um atvinnustefnuna innan ferðaþjónustunnar, innan byggingageirans, þá hefur verið að flytja inn fólk til að vinna láglauna störf og það hefur til dæmis leitt til þess að hagvöxtur af mann sem er svona kannski, það er ekki fullkominn mælikvarði, það er sennilega besti mælikvarðin á hagsæld í hagkerfi hefur staðið í stað. Þó að hagvöxtur hafi farið fram, þá hefur það dreifst á fleiri hausa því þetta er bara drifið áfram með því einhvern veginn að skópla fólki inn í hakkavél Þetta fólk er hérna og þetta fólk hérna er bent á það af stjórnmálafólki á þess að vilja nokkur andmæli á þingi sem sökudólgum að kerfin hérna virki ekki. Og í staðin fyrir að koma fram og segja að þetta fólk er hérna komið til að vinna og ef við ætlum ekki að missa samfélagið okkar niður í einhvern fáránleika, stéttaskiptingar þar sem við erum með lágstétt sem að talar ekki tungumáli vegna þess að við erum að draga úr framlögum til íslensku kennslu til innflytjenda. Ef við ætlum ekki að missa samfélagið yfir því þá verðum við að gera eitthvað í þessu. Þess í stað koma stjórnvöld og segja, já, ég heyri að ég er alveg sammála að vandamál er þetta fólk, en ástæðan er svo að við höfum verið með vitlausa atvinnustefnu hérna. Þannig ég er að óska eftir því að koma einhver stjórnvöld sem að horfi á samfélagið eins og er við alla íbúana sem er á þessum landi og tali fyrir hönd þeirra allra og verji þá sem er í veikri stöðu núna fyrir vaxandi útlendingaandóð og nasisma og alls konar viðbjóði sem fær að vaða hér upp í samfélaginu án þess að nokkur af ráðherrunum sé að andmæla því. Mér finnst ráðherrarnir oft tala um það hérna myndi atvinnulífið bara ekki fungera ef við hefðum ekki alla sem fjölbreyttu flóru fólks frá ýmsum löndum. En sko, ég heyri fólk segja það, en ég heyri aldrei neitt tala um það, heyrðu, eigum við að ræða hvernig við hættum að búa hérna til endalaus láglaunastörf og við förum kannski að ræða þetta einhvað annað sem við erum að ræða aðan. Ég er alveg sammála. Ég heyri engan tala um það. Þegar einhver nefnir útlendinga, þá fer hann í þennan gír. En þetta er eitt stærsta mál þessara ríkisstjórnar og var eitt stærsta mál Samfylkingarinnar fyrir kosningar. Það var að þeir eru þróuð atvinnustefna, þeir eru ákveðið, hvert viljum við fara. Það hefur eitt sko stefnuleysi. Það er ekki til atvinnustefna fyrir Íslandi eins og stendur. Nei. Það hefur enginn verið að taka ákvarðanir þú veist, svona í stóra myndin, hvar viljum við vera, skilur, hvernig störf viljum við skapa og það er verið að greina það. Það eru skapandi störf. Það eru útflutningsgreinarnar, það eru skapandi störf. Fyrst og fremst, það var stór og mikil kynning fyrir nokkrum mánuðum hér í Reykjavík, sko, nákvæmlega þessa hluti. Þannig að það er alveg verið að hugsa þessa hluti, sko. Ég fylgist mjög vel með allir pólitísku tali og sérstaklega náttúrulega í kringukosningar og svona og þar bera útlendingamálin alltaf upp sem þetta að við þurfum að búa til brottfara búðir, loka búsetúræði, herða og bara allt eitthvað svona ólöglega innflytjendur, eitthvað svona bulltal. Ég er búin að heyra ykkur nefna þetta úrræði nokkru sinnum sem svona eitthvað svona alveg alslæmt en sko þetta er hugsað fyrir, ég meina þetta eru örfáir einstaklingar á hverju ári sem koma hingað og sækjum alþjóðlega vernd og fá höfnun
og fara ekki að fljúga sem fólk sem vilja. Það eru örfáir einstaklingar. Langt flestir fá sína meðferð, fá sína niðurstöðu og eru samvinnuþýð. Þetta er bara að hugsa fyrir þá sem eru ekki samvinnuþýðir. Akkurat núna er verið að vista þau í gæsluvarðhaldi upp á Hólmsheiði, í fangelsi. Hugsunin er að þetta sé sértækt úrræði þar sem meðal annars, þú veist, að þú ert til dæmis með fjölskyldu sem er með börnum, þú veist, að þú vilt ekki skilja að þá er þetta úrræði það sem þú ert með svona íbúð, þannig að þú getur verið í svona heimilislegu, læst saman inni. Já, en ég meina, sko, já, ef við erum þar, að við erum ekki með opin landamæri og við ætlum að framfylgja þeim ákvörðunum sem eru teknar samkvæmt lögum sem getur verið brottvísun, auðvitað getur að verið brottvísun, að þá getum við ekki leyft fólki bara að flýja undan þeirri ákvörðun og fela sig inn í landinu, heldur þarf eitthvað úrræði til þess að framfylgja þeirri ákvörðun og akkurat núna er það Hólmsheiði í gæsluvarðhaldi en ekki í sértæku úrræði þar sem þú fer miklu betur þig og ert bara í þann tíma þar sem er verið að framfylgja þessari ákvörðun. Eru börn í gæsluvarðhaldi? Ég veit reyndar ekki, ég er ekki þannig inn í því hvort að þau séu fara inn í gæsluvarðhaldsklefana, en þá er það verið að spilta fjölskyldunni sem er verið að reyna að komast hjá. Það var fréttir núna daginn af rússneskri fjölskyldu sem var send af landi brott í einkaflugvél með nýfædda tvíbura og lítil dreng sem var 30 ára gamall. Haldiði að þessi brottvikning sem hefur náttúrulega verið kostað svolítið skildikinn. Já, hugsa eitthvað hvað það haldið að þetta sé gert í svona í þágu og með vilja mikils meirihluta þjóðarinnar. Eða eru stjórnvöld þarna að fara gegn því sem að kannski langstæðsti hluti almennings vill gera? Já, það er mjög erfitt stundum sko að meta almenningsáldi og sko líka náttúrulega sko er náttúrulega með svona einstök mál, þá er þetta oft svona, það verður náttúrulega eitthvað svona fjölmiðlafár og það er náttúrulega einmitt líka svona mikilvægt að kannski átta sig á því að það er oft líka fólk sem hefur. Þetta er alltaf ekki fjölmiðlafár, bara frásögn af mjög dramatískri stöðu, fólks í mjög veikri stöðu. Þetta er smæstu bræður Jesú. Hafandi kynnt mér þetta mál eitthvað, þá blasir við mér að þetta er alveg hræðilegt, sko. Og þekkja aðeins líka til annarra rússneskra flóttamanna. Þannig að sko það blasir við mér sem er algjör hryllingur sko og og aftur maður skilur ekki alltaf, maður les mál eftir mál eftir mál þar sem maður næri ekki alveg botni í hvað Útlendingastofnun hvernig hann kemst að niðurstöðunum sínum sko og svo er þetta aftur líka sko með margt á þessu er alltaf líka sko, það er einhvern veginn, það er einhver svona harka og ég, einmitt þetta með að loka inn í fjölskyldunar sko, eins og við þurfum, eins og það sé einhver ástæð, við þurfum að gera það sko, en það er fullt af málum þar sem að sko, fólk, það er fullt af glæpum sem fólk framkvæmur á Íslandi, það er vel dæmt fyrir það og síðan er kannski ekkert gert í því mjög lengi eða fyrnist eða, af hverju erum við að ganga svona langt, af hverju liggur svo á að skilji, búa til einhverja umgjörð akkurat þetta skilji, lögreglan er undirfjármögnuð bara almennt, ég menna okkur eru ekki að setja meiri pening bara í það skilji. Það er alls konar grunnkerfi sem að kalla fyrir þetta. En ég sko, já. En má ég spyrja ykkur, hvað haldið þið svona sé því að vera að tala um að hlusta á fólk og svona, haldið það sé afgerandi meirihluti almennings sem að vill að þessu rússneska fólki sé vísa á landi? Ég bara get ekki ímyndað mér það. Og ég skil ekki af hverju við þurfum að vera svona ströng. Við erum rosalega fá í þessu landi. Þú veist, þetta er alveg svona, fyrir mér, þú veist, þá er þarna fólk, við erum innviðirnir. Fólk er það. Ég sé bara verðmæti í fólki og ég skil ekki hvernig, af hverju við þurfum að vísa fólki sem er frá Rússlandi. Það er stríð, það eru ofsóknir gagnvart fólki, það eru fjölmiðlafólk og andófsfólk myrt. Ef þú færð ekki mannúðarleyfi á Íslandi á þeim ástæðum þá skil ég ekki hvernig þú ættir að fá mannúðarleyfi nokkstaðar. Ég held að flestir bara sýni mannúð og vilji mennsku og séu umburðarlyndir og kærleiksríkir og vilji bara bjarga litlum börnum og bjarga fólki og hafi bara hjartarými til þess. En það er ákveðin hópur sem að vil bara herða af því að það vantar húsnæði. Þau vita það að börnin komast ekki að heiman, það vantar húsnæði og þá er útlendingum kennt um það. Já, en útlendingum er kennt um þetta, það vantar húsnæði. Og ég verið að hugsaðast undanfæri því ég er að labba svona bara miðborgina að sko, það er svo erfitt að kaupa sér íbúð í fyrsta sinn í dag
Og það ekki út af útlendingum, það er þetta túristum, af því að það eitthvað fólk búið að kaupa upp hérna í pínulitlar og sniðugar íbúðir sem voru valkostur okkar hérna einu sinni. Við gátum keypt, ég man þegar ég var að byrja að kaupa mér húsnæði, við gátum skoðað í miðborgin alls konar litlar skrýtnar íbúðir, klósetti fram að gangi eða eitthvað, þú veist, maður réði við þetta sem fyrstu kaup og þannig byrjuðu margir, en þetta ekki hægt í dag, það er búið að kaupa þetta upp, ryksuga þetta upp og breyta þessu í Airbnb fyrir túrista og það vandi og það þarf að stoppa það og taka á því og byggja meira en sem sagt, langt svar við þessari spurningu, það lítill hópi fólks sem finnur ekki hjartahlýjuna gagnvart svona litlum rússneskum tvíburum nýfæddum sem eru rekin burt með miklum kostnaði af því að þau óttast stöðu fyrir sig og sína. Og stjórnvöld sé að hlusta og raddir þessa fólks. Og gæti þetta sama fólk mögulega lýst yfir áhyggjum sínum yfir því að Íslendingar sé ekki að eignast nógu mörg börn? Einmitt, já, þú segir nokkuð. Það líka alltaf, heyrðu, stjórnvöld verða hætta að eyða svona miklum peningum í hælisleitendur og þetta fólk, en við skulum eyða peningum í að hvetja Íslendinga, ég bara, hvað? Mér finnst reyndar að við að hvetja Íslendinga til að eiga fleiri börn, bara vegna þess að börn eru bara það besta af öllu. Já. En þú veist, svo eitthvað barn beint fyrir fram að þig. Já, það er bara velkomið líka. Og þú vilt leigja engaþóttu til að vísa þig. Nei, ég vil það ekki. Þetta er bara, ég skil ekki neitt. Við hefum náttúrulega að fagna börnum eða ekki, það verðmætast þess að geta komið inn en heim eru börn. Já. Það þjóðu gera ímyndilegt, Finnarnir senda barninu svona kassa með alls konar dóti, bara af stjórnlausu fögnuði að vera þessi komin inn í heiminn. Bónus gera það líka? Já, það einhverja gjafir sem að fólk fær. Mér langar að minnast á eitt sem ég fannst alveg merkilegt og hafði aldrei hugsað ekki svona áður, en hún Karin Kjartan setti þetta á Facebook að feminisma oft kennt lækkandi fæðingartíðni því að með meiri menntun og meiri atvinnutækifæri þá sjá konur ekki svona tilgang með því að eignast börn, enda það náttúrulega bara gífurleg vinna sem endar oftast á konum, en hún fór að benda á það sem að fæðingartíðnin lægst, það ekkert mestu kvenfrelsis paradísir heimsins. Það Japan og þessi lönd þar sem konur eru ennþá bara mjög undirokaðar og valla svona þáttakendur í atvinnulífinu. En hvernig ætla að sé Afganistan? En svo, fæðingartíðnin mjög há í alveg svakalega ofbeldisfullum og fátækum ríkjum þar sem mikill óstöðuleiki og hungursneyð og vanþróun, og það náttúrulega líka bara því að það er mikill barnadauði og það nákvæmlega engin tækifæri og konur eru Það er mjög áhugavert, Sameinuðu þjóðirnar voru að gefa út skýrslu núna bara fyrir mjög stuttu því svo kallað fertility crisis og það sem að snerist, en svo skýrsla snýst alveg talandi svona átök eða eitthvað svona stjórnvöld hafa einhvern veginn áhrif á það hvernig fólk eignast börn og raunin hefur verið svo að svona flestar svona aðgerðir virki ekki neitt eða hafa einhver mjög takmörku skammtíma áhrif og það sem að kannski er svona áhugavert, allavega mér fannst mjög áhugavert, að það gerðar svona kannanir á hversu mörg börn myndir þau vilja eiga. Bara vera að spyrja fólk, hvað var svona æskilegu fjöldi sem þú gera, og eiginlega bara þvert yfir, þá segir fólk 2 börn. Já. Það er eiginlega bara alveg ótrúlega áhugavert. Fólk vill eignast fleiri börn en það gerir í raun. Já, og það sem er að glendi í þjóðum eins og okkar, að fólk að upplifa, ég get ekki stekka við mig, ég hef ekki efnað í að eignast fleiri börn. Ég er mikill áhugamaður þessa umræðu, sem töluvert meðal annars þessa skýrslu og Financial Times hafa verið duglega að skrifa mjög góðar greiningar þetta. Ég er eiginlega komin að því að þetta sé ansi einfalt í raun. Þetta eru bara efnahagslegir hvatar. Ég meina, eitt sinn, þú veist, þegar samfélög keyrðu að mestuleyti á landbúnaði og þetta voru svona, þú veist, fjölskyldu fyrirtæki í landbúnaði, að þá var bara nauðsynlegt að eignast börn sem bara vinnuafl. Og þú veist, og reikningsdæmið gekk upp, það var einhver upphafleg fjárfesting að alveg barni á meðan það gat ekki unnið fyrir sér og svo varstu komið með vinnuafl, þú veist, til frambúðar. Og svo með aukin hagsæld og fólk færist úr sveit í borg, að þá er reikningsdæmið ónýtt, Núna er það bara pjúra kostnaður að eiga barn. Þú færð ekkert tilbaka úr reikningsdæminu, úr viðskiptamódelinu, Og þetta sé sennilega sterkasti hvatinn.
þú hefur bara sjálfaðið sem fyrirvinnu, þú veist, til að fara í þína skrifstofuvinnu eða hvaða nú er og ef þú ætlar að bæta barni inn í það, þá ertu bara að borga undir það þangað til er 18 ára og síðan lengur, sko. Þannig að þetta er orðið sko smá svona hálfgerð lúxusvara sko að eiga barn sko. Já, foreldrahlutverkið hefur breyst svo mikið. Ótrúlega mikið, bara sko. ofan í Kröfur börnunum gerðar. okkar stöðugt. Já. Rosalega kröfur. Og við erum að borga svo mikið fyrir þessar frístundir og allar þessar þarfir Já. og þetta er svo tímafrekt. Einu sinni var þetta bara einhver öskuhaugur og þeir voru bara, krakkarnir voru bara þar í 8 tíma á dag sko. Og það er allir að dæma þig fyrir að vera ofsalega vont foreldri sko. Maður er að vera Pressan, sko. skjálögga og Einmitt. maður er að vera... En mér fannst Þetta svolítið er að merkilegt. frekar að ræða hvernig getum að skila börnunum, frekar heldur en að hvernig þetta fjölga þeim. Já, en þetta með íbúðirnar, sko, nú náttúrulega getur enginn stækkað við sig og svona, en mér fannst svo merkilegt einu sinni þegar ég fekk vinkonu mína í heimsókn sem bjó í Póllandi og við bjögum þá, sko, með 2 börn með bara 1 svefnherbergi og við vorum svona að tróða börnunum svona hér og þar og, þú veist, deila herbergi og eitthvað svona og hún sagði, þetta er ekkert, þú veist, ég bjó í Póllandi í kommunisma og við bjögum 6 saman í einu herbergi og það bjugg allir þannig og það var ekkert vandamál. Við héldum afmæli, við héldum gistipartí, við héldum matarboð, þú veist. Þetta var nú líka bara Það svona á var Íslandi bara þannig- þegar mamma mín var þannig lítil, þetta var svona. Þannig voru allir Já. og það var ekkert eitthvað, maður lét það ekkert stoppa sig. Þú veist, maður var með öll partíinn og afmælinn og þú veist, þetta er ekkert frábært en fólk bara lifir með því. Já. Ég er ekki að segja að það sé æðislegt að búa með fullt af börnum með 1 svefnherbergi. Nei. Ég er samt að segja, þú veist, að þegar það er þannig, þá er það bara þannig. En ég held að sé ekkert Standardið eftir svona verðt að búa í 300 fermetrum, 2 manneskjur með kallkerfi, ertu heima? Nei, já, svo er það náttúrulega líka alveg hræðilegt. Sérstaklega þú ert alltaf að tína hlutum og gleyma þeim einhvers Börn geta líka rusla töluvert til sko, þannig að þú ert með 300 fermetra rými og það er allt í drasli, þá ertu bara marga daga að taka til eftir það sko. Já, en við þurfum bara hvert að vera að halda og vera svolítið, ég held að vandinn sé ekki að búa þröngt. Nei, sömi búa saman í húsbíl. Það er náttúrulega bara, það kallast lífstíll. Þú veist? Já, Ég hef er á verið litlum með- bát. Já. Ég hef verið með hálfsárs tvíbura í 50 fermetra íbúð konu minni, það gekk nú ágætlega sko. Já, og þið eru enn saman. Já, Og búin að bæta við ykkur barni. Já, og börnin er enn á lífi sko og bara hraust sko, þannig að þetta gekk nú allt. Já, Við vorum en einmitt eins og 30 ára í 50 fermetrum sko. Það er alveg, en þetta er með þetta. Svo breyta staðlarnir skiljið og núna er með þetta og svo á maður með unglingar sem vilja einkaherbergi og okkur svona dót og það verður þetta náttúrulega svona hérna. erfiðara. En ég Það er held að erfiðara það en, sé þú veist. bara þessar kröfur sem við gerum til okkar sjálfra og uppeldishlutverksins og hvað þetta er mikið mál að þú veist, sem Já. verður til þess að það nennir enginn að vera managera svona svakalega miklu. Og sko, efnaðslega kröfur er líka svo opbáslega miklar hjá okkur, eins og til dæmis þetta þegar ef að fólk skilur og börnin eru viku og viku Já, það er rosalega. og segjum að það séu 3 börn og þetta er sko hjónskilja með 3 börn og þá þarf allt í einu þessi einstæða móðir eða þessi móðir sem sagt að vera með íbúð með sérherbergi fyrir 3 börn og pappin þarf líka að vera með íbúð fyrir sig og sérherbergi fyrir 3 börn. Já. Bara Þetta er þegar rosa ég var dýrt. krakki hjá einstæðri móður þetta er svo Það er til lausn á þessu, já, Sirrí. já, hvað? Það er að börnin búi í það sem eru 3 svefnherbergir upp börnin og svo koma fóreldrarnir bara til skiptis í þá íbúð Já, og þau getur líka deilt þá einnig lítið íbúð. já, Gæti Það verið. er mjög fáir sem myndu sætta sig við það að vera já, ekki en með þetta er sitt samt eigið. að vera lausna með það. Þetta er samt að vera Já. lausna með það. En rosa marga fjölskyldur eru svona í dag mitt, Já. fráskili fólk og þá þarf að reka 2 heimili með Já. öllu sem því Með fylgir. öllu sem fylgir. Jafnvel sér fattaskáp og allt svona. Þú Já. ætti að kenna kynjafræði, ekki kynfræðslu. Eða? Já, ég var að kenna í kynjafræði. Ég ætlaði að spyrja þau hann kynjafræðsluna í fermingarfræðslunni á Akureyri sem er bara stort pólitískt mál. Ég Erum veit við ekki ekki, dottinn inn í bara svona pólitík? ég meina sko, er þetta stór pólitískt mál? Ég meina það var einn pabbi sem var eitthvað svektur yfir þessu Sigmundur Davíð var alveg fjúrius. og Sigmundur Davíð var furious. Ef það eru komið þanga Og- þá ég held að hann bara mist áhugan á lífinu. Já, og sko, ég veit ekki, ég meina Sigga Dögg fer og heldur fyrirlestur. Það eru foreldrar sem eru ánægðir með þetta líka og ég meina það er bara verið að tala um kynlíf, opinskátt og eitthvað svona dót og ég, þú veist,
Mér finnst þetta tilvæli í fermingafræðslu, ég meina fínn aldur til þess að fá... Já, Sigmundur Davíð var aldrei í sveit þar sem var til ísfólkið. Greinilega ekki. Auðvitað, þegar við vorum krakkar, þá var náttúrulega ekkert klám til á internetinu, en það var alveg til í einhverjum bókum og það var ekki svo til internetinu. Já, þú veist, ég veit ekki, er gagnrýnin endilega að þetta sé kynfræðsla, er það ekki meira að hún sé í fermingafræðslunni og Sigga Dögg sé að taka einhver dæmi úr biblíunni til að koma sínum punktum áleiðis. Ég meina, þú veist, ég veit ekki. Mér finnst allt í lagi að unglingar fái kynfræðslu, Mér finnst líka allt í lagi að hún sé ekki innan einhvern veginn vébanda kirkjunnar, Mér finnst kirkjan alveg mega vera bara pínu íhaldsum, og fólk einhvern veginn, þjóðkirkjan hefur svolítið farið að elta, þú veist, svona einhverja frjálslyndisbylgju og mér ekkert fundist það sérstaklega imponerandi, það er allt í lagi, það hefur engin væntingar til kirkjunnar að vera eitthvað annað en íhaldsum. Þetta eins og þegar fólk agalega hneykslað yfir því að páfinn styðji ekki einhvern veginn hjónabönd samkynja fólks eða fóstureyðingar, auðvitað ekki, hann páfinn í Vatikaninu, við þurfum aðeins að stilla væntingar hérna, En mér finnst það, það fer náttúrulega algjörlega eftir prestunum sem eru á hverjum stað og hvað áhuga þeir hafa á málum líðandi stundar. Ég meina, það eru bara fullt af fólki innan kirkjunar og fullt af prestum sem eru bara mjög framsæknir, og eru bara endurspegla sína... Ég nú bara að lýsa minni skoðun. Já, þeir eru bara endurspegla sína... Til dæmis afstæða Karl Sigurbjörnssonar gegn frelsisbaráttu homo og lesbía skalaði kirkjuna bara stórkostlega. Það sé bara viðurkennt innan kirkjuna. Þetta hefur verið alveg stórkostleg mistök hjá þeim. Og það held ég að sé líka alveg rétt. Ég var nú kannski aðeins að slega létta strengi hérna með páfan, það var kannski ekki alveg dæmi. Það sem ég er að segja, þú veist, mér finnst alveg valið að finnast kannski kynfræðslan eigi ekki heima í fermingafræðslunni heldur að það eigi kannski fyrst og fremst að snúast einhvern veginn að trúnni og ef það er síðan rétt sem ég reyndar held að sé einhverja deildar meiningar að þú veist Sigga Dögg hafi verið að tala að Marja May hafi, þú veist, ekki vilja viðurkenna með hverjum hún gat Jesú og eitthvað svona, þú veist, þá er það náttúrulega nálgast eitthvað sem er svolítið mikið viðkvæmt einhvern veginn gagnvart kristinni trú og alveg eðlilegt einhvern veginn að setja fyrirvara við að það sé ekki í fermingafræðslunni Það er búið að vera til í bókmenntunum í Já, en ekki í fermingafræðslunni Ég er ekki að segja að mig ekki segja þessa hluti eða það, ég er bara að segja innan vébanda fermingafræðslunar finnst mér allt í lagi að þetta sé ekki þetta má bara vera í samfélagsfræðslu í grunnskólanum eða þú veist, ég er ekki að tala móti kynfræðslu heima hjá fólki líka fólk sæti á einhverjum, ef ég var á einhverjum fundi einhver staðar, einhverjum pólitísku fundi eitthvað þannig og það sæti einhverjum með síman og var að pikka inn hvað ég var að segja og þetta var auðvitað hægt að segja að þetta er nokkuð fáralegt og nú kannski verið að slá létta ég veit það þið skinnið kannski á mér að ég er ekki brjálæðir en ég skil alveg að þessi faðir hafi svona kannski nýtt í þetta að þetta væri ekki alveg viðeigandi fyrir þetta venjú Ég fendist hjá Sigurði Hauk Guðjónssoni sem var svona frjálslynduprestur á þeim tíma. Ég get svarað með minnir að hafi verið talað eitthvað svona kynfræðslu hjá hann. Ég held að við séum miklu svona forbókari núna heldur við vorum áður. Ég er svo heppinn að ég kem inn í bara heiminn stuttu eftir 68 kynslóðinni og bara það mátti allt og við ætlum að breyta heiminum, við ætlum að bara skapa nýjan heim og þú ættir ekki að halda heimurinn eins og hann er núna sem til að besti heimurinn. Heldur bara þetta á móti. Ég verð að taka allt annan pól í hæðina Ég er ekki skýrð. Við erum aldrei ekki svona kynslóð. Foreldrar mínir skýrðu mig ekki og ég er ekki fermd en ég fór í fermingafræðsluna með opnum hug Akkur fékkstu fermingafræðslu og varst ekki Hvert fórstu? Af því að ég hvort þetta væri eitthvað fyrir mig því að mamma og pabbi tilkynntu mér það ef þú farði í fermingafræðslu ef þú trúir á Jesú Krist þá ætlum við að gefa þér biblíuna voru nákvæmlega engi fjárhagslegi hvatar þarna á bakvið en ég ætla ekki að láta þetta tækifæri mér og greipum sleppa og fór í fermingafræðslu og hún var svo forpokuð og asnaleg þetta var einhver prestur í Kópavogi og ég skynjaði það svo djúpt hvað þarna kirkjan var mikið afturhald á minnihlutahópum, á konum og mikið íhald og mikið út á svona kallpunga leiðindi og meira að segja og svo sá ég pínlítið eftir því ég byrjaði að mæti fermingaveislur vinkvenna minna pínu svona sá ég eftir það fengu allar græjur og svona og svo fengu það líka einhverja hárblásar og þríkrossar sem að ég var alveg ok en svona ég var svona með smá efasemdir og svo en þá var ég lenti í því að ég var inn í eldhúsi og þá króaði þessi prestur mig af
og gerði svona grín að mér og lét alltaf hlæja að mér inn á með stelpan sem hún ákvað að fermast ekki og var með svona og var svona, sýndi svona vald sitt og hvað ég væri ömuleg sko 13 ára og þá fekk ég það endanlega staðfest að þjóðkirkjan væri ekki fyrir mig og ég aldrei vilja sko aldrei sakna þess að vera ekki í þjóðkirkjunni af því ég alltaf litið á þetta sem svona Karl Sigurbjörnsson, svona klúbbur fyrir kalla til að kúa fólk og vera valdamenn og vera afturhald og íhald og bara tómleðindi þangað til nýlega þangað til nýlega hefur mér fundist þjóðkirkjan standa með manngæsku og mannréttnum og þú veist algjörlega sko og ég held að þú veist ég meina svona guðfræðilega er þjóðkirkjan mjög frjálslynd sko það eru bara mjög frjálslyndir prestar þetta er dungubrjótur í þjóðkirkjunni mér finnst þá allt í lagi að það sé bara þá talað þá einhvern veginn frjálslynda stefnu sko tala trúmálin trúmálin á þann hátt það er líka svo sjaldan og á svo fáum vettvöngum verið að ræða svona hugmyndafræði og trúmál þannig að mér finnst allt í lagi að það sé þar og sko fermingarfræðslan hefur þú veist alltaf verið að taka svona einhverja beygju frá þessu og það er verið að stytta þetta og einhvern veginn gera aðgengilegar eitthvað en þetta er bara svona menningarlega mikilvægar upplýsingar líka til að læra sko þannig að þú veist eins og ég segi mér finnst alltaf í lagi að fókusin sé bara svolítið þar ég er í þjóðkirkjunni og ég sko lét skýra mig þegar ég var 20 þá fór ég og svo gifti ég mig í dómkirkjunni og þá hélt ég að ég þyrfti að ferma mig áður þannig að ég fer þarna fullaninn kona og í Hólakirkju til prests og það mæti fermingafræðslu ég fór semst og lét skýra mig því ég var 20 til að styðja hálfbróður minn sem þá var að skýra sig af því hann ætlaði að fermast og ég vildi bara styðja hann í því og svo fannst mér þetta líka. En okkur varst ekki skýrið? Mamma mín vildi bara leyfa mér að ráða þessu sjálf þegar ég yrði eldri og svo fer ég þarna semst og ætlaði að fara í fermingafræðslu orðin var að fara að gifta mig í dómkirkjunni og þá sagði presturinn fyrst byrjuðum við að ræða saman og hann var bara mjög indæll, gefandi, djúpur, kærleiksríkur, umburðarlyndur, víðsýnn nema að sko ekki nein tilfinningar svo þú fékkst þarna í þinni reynslu en þá svo segir hann allt í einu heyrðu, nei þú þarft ekki að fermast þú lést skýra þig þegar þú varst 20 þú vissir alveg hvað þú varst að gera og ferming er staðfesting á skírninni þannig að ég fekk aldrei fermingafræðslu ég hef alltaf haft þetta upp í erminni að ég er eftir að fermast ég er í þjóðkirkjunni og ég man að því ég tekið viðtöl við marga presta og mér styrir margir bara virkilega sumir nánast byltingakenndir en bara djúpt þenkjandi fólk með stórt hjarta og ég hef margt að sækja þangað en ég man eftir að herra Karl Sigurbjörnsson sagði einu sinni viðtali hjá mér og ég er honum mjög þakklátt ég var að taka viðtali við hann í sjónvarpi og svo eru eitthvað að ræða og ég er eitthvað að tala hvernig maður á að trú, hvernig maður á að kenna börnum trú og hvernig maður á að trúa og eitthvað og þá segir hann bara ef þú þráir að þekkja Guð þá áttu þegar trú og bara þessi setning, þetta bara hjálpaði mér heilmikið þá fann ég að inni mér hef ég trú hún er ekki endilega eins og einhver kallir að boða en ég fann að ég hafði trú og mér leið vel með þetta En ég ætla að segja samt sko Halleluja Ég er í þjóðkirkjunni, ég tók stutt stopp utan og svo í Ásatrúarfélaginu og svo er ég komin aftur í þjóðkirkjuna Ég er sko skírður og fermdur en ég er ekki í þjóðkirkjunni sko. Ég hætti henni þegar ég tók mjög svona harða trúleysisbeygju þegar ég var svona 16-17 ára eða eitthvað svoleiðis og hef aldrei snúið aftur sko En ég ætla að segja samt sko með sko guðfræðina og sko það að fermingarfræðslan er að vera einhvern veginn sönn guðfræðinni sko er að sko það að tala líkamleika og tala kynverund og svona er bara fyllilega hægt á guðfræðilegum nótum og ég meina það er einhver sem skilur nútíma guðfræðingar eru líka mjög mikið að fást við með svona togstreitu trúarinnar oft við líkamann sem er einhver sem er svona mjög mikilvægt að takast á við í samtímanum og mér finnst bara kynfræðslega getur mjög auðvitað verið hluti af því verkefni og ég er ekkert endalega ósammála því það verið sem það ekki hafa verið tilfellið
í þessu tilfelli það nokkuð, þú veist, ég held að hérna Sigga Dögg sé kannski Þetta ekki var alveg svona á þeim Ég meina nótum, hún bara einhver svona, þetta var einhver dagur held ég eða eitthvað svona dót og hún var bara með eitt erindi ofan í fullt af öðru hlutin sem voru að ræða sko. Já, við erum náttúrulega í þessu holdi og Jesú tók á sig þetta hold, þannig að það er ekki hægt að komast í á því við erum ekki englar. Ef ykkur heldur það? Nei. Herru, ég er ekki í þjóðkirkjunni, ég ætla að segja ykkur það hérna... Mikilvægt að það komi fram. Nei, ég væri alveg til í að ég eins og ég gekki í félag múslima þegar var verið að ofsækja þá í kosningabaráttu Framsóknarflokksins 2014, kost á því að það er ekki trúfélag, þannig að maður getur bara gengið í það til þess að styðja sko, það fólk með þetta svona svo breyttuðu reglunum og settu konurnar inn í búr og þá gekk ég út úr því. En ég get alveg hugsað mér að vera í þjóðkirkjunum, ég söfnuður finnst mér vera að skipta máli og svona, en ég ætla að segja ykkur frá því, það var eitthvað, man ekki hvað það var Karl Sigurður Björnsson eða Ólafur eða eitthvað sem voru að gera ykkur ægilegar bommurtur, en ég hringi í Hagstofuna og segi, heyrðu, já, ég ætla að segja nú þjóðkirkjunni og þá svarar kona, jæja góði, já, ég ætla að segja, jæja, og heldur þú sért í þjóðkirkjunni? Já, ég held ekki. Það ringir hérna fólk voru að segja svo þjóðkirkjunni sem er löngu búið að segja, gef mig kennitölu eins og að þetta, svo fór það tilbaka. Nei, þú sagðir og þjóðkirkjunni var 16 ára. Varstu að gleyma því? Já, ég var búin að gleyma. En hún hafði fengið svona endalaus svör. Þetta var mjög skemmtileg kona. Maður sá hana fyrir sig bara að drekka kaffi og reykja balmal þá meðan hún var að afgreiða fólk. Já, góð, það er geðveikt. Herðu, það er kvennafrídagur. Verðið ekki að fara því frí? Já. Ertu í vinnunni í Bíó Barbís að poppa? Nei, ég er náttúrulega sjaldan að poppa sko, en ég Verður maður ekki þótt að maður sé bíóstjóri? Verður maður ekki að poppa annars lagið? Bara að sýna starfsmönnum að þú kunnir það, sko. En þú veist, ég er ekki best í því. Ég gerir gott kaffi. En ég er ekki búin að vera að vinna í bíón í dag og ég er með gífurlegt samviskubit af því að ég fór í eitthvað útréttingar og fór eitthvað að kvenna frítagast og fylgjast með dagskráni og er búin að vera með mikið samviskubit af því að það er barnakvikmyndahátíð að hefjast á morgun í Bíó Paradís. Við erum með talsetta teiknimynd Frida Kahlo. Ef þið börn á aldrinum 6 til 12 ára þá er alveg sturla mikið skemmtilegt í boði Bíó Paradís næsta dag. Það var í verkvall? Ég starfa sjálfstætt hjá sjálfri mér, þannig að ég er minn eigin herra og gat bara nýtt daginn í það að hlusta á þessa ráðstefnu ASÍ konur erlendar konur á íslensku vinnumarkaði og svona, en mér allt í einu rifjaðist upp fyrir mér að fyrir 50 árum upp á dag þá var ég í mínu fyrsta fjölmiðla viðtali, ég var 10 ára og fór á fundin með mömmu og horfði á Bríeti Bjarnhéðinsdóttur, horfði á Aðalheiði Bjarnhéðinsdóttur, Aðalheiði Bjarnhéðinsdóttur. Bjarnfreðsdóttir. Bjarnfreðsdóttir. Bjarnfreðs systkinum voru mörg. Hún var svo fátæk að hún var í rúminu í heilt ár. Kemur fram í ævisögunar. Þannig að hún átti ekki föt til að fara í... Ég man ennþá röddin hennar og stórkostleg kona, en allavega, ég sem sagt fór á þennan fund, en fór í mitt fyrsta viðtal í Þjóðviljanum held ég að verið, þar sem ég var spurð út í eitthvað jafnréttismál og svona, ég var 10 ára og ég man eftir því að þetta viðtal endaði á því ég sagði, ég var eitthvað búin að tala að konur fæða börnin og eru duglegar og menn með ekki gleyma því og svona, og ætti að standa með þeim, en svo endaði ég að segja, konur og kallar á lágum launum ættu að standa betur saman. Ég var sérst 10 ára með stéttavitund. Það er flott. En piltar, þið hafa komið fram hérna þið eigið börn. Við ætlum ekki verkfall í dag, sant? En ég er að segja, hvað er börnin ykkur? Ég var á barnavættin í dag, sótti og fór með og var með, en hann er sem bara heima, mamman sem bara veik heima, þannig að hún hann situr og horfir úr sjónvarpið eða eitthvað. Jónas, hvað er... Ég heldur séu hérna bara einhvers stað fyrir utan, sko. Nei, þau eru hjá og afa. Já. Þið þurfa að fara að sækja þau ekki? Ég er að fara í boð til og afa í tilefni dagsins, sko. Það er ekki svona þriðjuvaktin líka. Konur eru kynjabaráttan inn á heimilunum og það er kannski það vígi sem ekki hefur unnist. Nei. Hvað segir þið á þessari kynslóð?
Já, sko, þriðja vaktin náttúrulega þessi sko hugsunarvinna, sko, þú veist, passa upp á hvenær eru afmæli og kaupa gjafir og eitthvað, sko. Ég held að við hjónin höfum allavega fengið ágætan taktið, sko, hún að vísu sér þú veist, barnaafmælin og kaupa jólagjafirnar og það, en ég með reikningarna og tryggingarnar og allan þann pakka og það nú alveg líka skipting. En sko, fjórða vaktin, ég held að það eigi eftir að ræða hana. Ég held að sé nefnilega, sko, maður minn mjög öflugur á fjórða vaktinni. Hann gerir alls konar hluti sem ég geri aldrei nokkuð tíman, kann ekki neitt á og eins og hvað? Það bara, sko, ég veit til dæmis ekki hvar dekkin eru geymd eða hvenær á að skipta dekk eða hvers vegna, til dæmis það. Alls konar ljósaperur og viðhald, dren, byggja hús, bara það alls konar. Þetta farið að vera svona eins og vittirnar, sko, það alltaf að bætast ein vakt við og svo bætast önnur vitt við, sko. Ég ætla að segja við Sirri, dren, þetta ekki til. Þetta bara þetta kalla að búa til og þykist að vinni. Það ekki til dren. Ég ger þetta allt saman. Gerir þetta allt? Allt saman. Hvað maðurinn þinn að gera með hann? Hann Hvað gerir sér settan bara? Hann brýtur saman og hann vaskar upp, en hann gerir allt sko eftir skipun, ég þarf að hann svo vélmenni. Það svolítið eins og það þriðja vaktin að þurfa að segja frá. Ég þarf að fylgjast kona mín á bílinn, sko. Þetta bílinn hennar og hún pantar tíma, ég finn þetta með hann í dekkin, en hún pantar tíman fyrir það, sko. Það sagt í Afríku, þegar ég var að spila hvað gerir kallina með hana, þá sagt, sko, konan það gera allt þar. Það eru með markaðinn, það eru vinna allt og það eru sjá börnin og þannig það eru vinna öll störf. Og hvað eru kallandir? Þeir eru undir tré að æfa félagshæfni sína. Þetta sagt. Mér veist ég bara að sé þetta. Ekki veitir að. Í Afríku, já. Það er kynjastríð á heimilunum, það er ekki vandamál hjá ykkar kynslóð. Jú, ég held að sko okkar kynslu sé alveg mjög slæm. Ég held sko þriðja vaktin er svona fyrirbæri sem held ég bara mjög illa unnið, sko. Og bara ég held að konar sko bara almennt séu yfirleitt bera meiri byrðar af annarri vaktinni líka, sko. Þannig að og ég held að ég sé ekkert, ég er ekki engill þar, sko. Þetta er bara einhver sem það er alltaf að reyna að vinna í og bæta, því að þetta er talandi sko að tapa forréttindum, sko. Að maður áttar sig ekki á allir vinnunni sem unnin fyrir maður fyrir að sko fylgjast með henni og þá líður manni líka eins og maður sé að tapa einhverjum tíma sem maður hafði ekki, en maður er að taka byrðið með magasinu kannski, sko. Ég hef haft það sem reglu, sko, að miða ekki við 50-50 skiptingu heldur, þú veist, að ég reyna að gera meira en 50-50 og ætla að skili sér ekki kannski solid 40%, þú veist, konan mín þú veist, ég er mjög velgiftur og hún gerir rosa margt, sko, en viðleitni mín til að gera meira en 50-50 hefur skilað mér kannski eitthvað af leiðinni, sko. Býtu hvað, ertu svona óframfærin eða hleypur hún þér ekki af? Nei, ég held að ég ofmeti bara mitt framlag, sko. Já, okay. Það er klassist, sko. Það kalla að gera það oft, sko. Það er kannski grilla kjötið og svona. Sko grillið, talandi dreini, grillið er náttúrulega, það er rán aldarinnar, við höfum samfært fólk að grillið sé eitthvað erfitt, sko. Já. Það er frí. Það er þetta að elda þar fullur. Og spjalla með einhvern skemmtilegan í leiðinni. Og svo sjá konurnar með allt meðlæti og það er vasku. Miklu meiri vinna, sko. Herðu, gaman að fá okkur hérna á þessum merkadegi. Þetta er eina eitt að fáa sem að Íslendingar getur verið stolt af. Það er hérna kvennafríð eins og hétt fyrir 50 árum. Það er útlendingar á áhuga á þessu, að segja frá þessu. Þetta þykir frétt. Og eftir að við leyfðum bjórinn og höfðum sjónvarp á 50, þá er það búið að fátt hérna sem er skemmtilegt og áhugavert. Já, mér finnst gaman að tala það hvað eru margar konur í valdastöðum á Íslandi. Mér finnst það líka eitthvað til að vera stolt af. Þessa dagana. Mér finnst að hafa alveg bara fullt af hlutum til að vera stolt af og gleðjast og þakka fyrir og... Þetta er tilvitnun í Cyril Le Marquis sem var fréttaritari hér, mann ekki þótt að fyrir Le Monde og hann sagði það eftir að bjórinn var leyfður og eftir að var komið sjónvarp á 50, þá er ekkert að frétta hér. Ég bara að senda fréttir og ég fæ ekki byrt, en hann fikk að þetta alltaf byrt. Ekki bjór, það er bara 5 sinnum ári. Herðu, kæra þakkir, Hrönn og Sirri og Jónas og Gústaf. Takk fyrir. Pétri Blöndal fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka ég mest sem er að horfa og hafi breytt þessu samtali okkar í fjölmiðlum minni á að þið hafi byggt upp samstöðuna.
dreifikerfið með því að segja bara vinum á vandaminu frá efni sem að þið sjáuð hér og heyrið og þá finnir fólk okkur á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðvarpssveitum bæði undir nafni Samstöðurinnar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu 89,1 á FM á stór höfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þær útvarpssendingar á spilarann, spilari.is er á netinu, svo spilar líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á Samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar. Hvað sem í heiminum, við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman. Það eru númer 5 á fjarstýringunni, við erum komin í kabalkerfinu að suðu með sjó og kannski ég veit það ekki, mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum upp á efni frá Samstöðunni sem er 24 tíma sólarhring 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum Samstöðunnar. Það sem að knýr Samstöðuna þó áfram er sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem að gerst áskrifundur. Þeir gefa okkur afl til þess að halda Samstöðun úti og byggja hann upp. Ef að þú vilt slást í hóp þeirra bakkjarla Samstöðunnar, þá getur þú farið inn á samstöðu.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir 2.750 krónur sem er grunnáskriftin. Þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósi getur átt áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur Samstöðuna. Framundan er helgadagskrá, hér í fyrramálið þá er helgispjall, þá kemur Bergsveinn Birgisson frá Ströndum og ég ætla að tala við hann, fræðimann, rithöfundur og kannski stendamaður fyrst og fremst, trillusjómaður og svo verður dagskráin þar í framhaldi. En kæra þakkir í dag og góð helgi. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Alþýðufélagið er eigandi Samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að Samstöðinni. Samstöðin.is. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi Samstöðvarinnar með því að læka síður Samstöðvarinnar á YouTube og Facebook.